Ágæti ráðherra og fundarstjóri, frummælendur og aðrir málþingsgestir hérna, velkomin á þetta málþing. Gaman að vera með ykkur hérna í dag og ég segi gaman af því að það er gott og gaman að vera meðal fólks aftur eftir 6 ára samkomu takmarkanir og maður er vissulega manns gaman. Og við erum einmitt að þeim aldri að hafa getuna og neistan í okkur til þess að koma saman, að ræða málefni, ræða pólitík og ræða leiðir til úrbóta í nær umhverfi okkar. Umræðu efni dagsins er alvarlegt, ungt fólk á endastöð. Gott heiti á mjög erfiðri umræðu daglegt líf í frjálsu landi, lýðræðis samfélagi, þar sem við öll eigum rétt samkvæmt lögum. Ísland hefur fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, sem þýðir að stjórnvöld eiga ekki að gera neitt sem brýtur í bága við hann. Stjórnvöld hafa líka tileinkað sér heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og þar getum við horft til dæmis til markmiða númer 4 heilsu og vellíðan, númer 10 aukin jöfnuð og númer 11 sjálfbærar borgir og samfélög. Öll þessi markmið eiga við rétt fatlaðs fólks til þess að njóta lífs til jafns við aðra. Og greinar samningsins eru samþættar heimsmarkmiðanna. Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks skuldbindur ríkið til að efla, verja og tryggja að allt fatlað fólk njóti til fulls og til jafns við aðra allra mannréttinda og grundvallar frelsis og til að efla virðingu fyrir eðlislægri reisn þess. 19. grein samningsins, sem er ein sú mikilvægasta, hún fjallar að lifa sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í samfélaginu. Hún veitir fötluðu fólki rétt til að velja sér búsetu, hvar og með hverjum það býr, eins og allir aðrir hafa það. Hún tryggir einnig að fatlað fólk hafi aðgang að ýmiss konar þjónustu, svo sem heimaþjónustu, búsetuþjónustu og annarri samfélagslegri stuðningsþjónustu. Þar á meðal persónulegri aðstoð sem nauðsynleg er til stuðningslífi án aðgreiningar í samfélaginu og til að koma í veg fyrir einangrun. Samningurinn tekur einnig til ferlimála að fötluðu fólki sé tryggt að geta farið allra sinna ferða og því sé tryggt sjálfstæði. Ríkisstjórnin ætlar sér að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks á núverandi kjörtímabili, hvar vistun fatlaðs ungs fólks á hjúkrunarheimilum verður ekki forsvaranleg. Það er því verk að vinna. Það er bara að bretta upp ermar. Aftur og aftur kom upp mál í samfélaginu þar sem einstaklingar koma fram undir nafni og varpa ljósi á aðstæður sínar, þar sem þeim hefur verið komið fyrir gegnum vilja sínum eða vistaðir í neyð á spítala eða á hjúkrunarheimilum. Þetta er ekkert líf. Þetta er ekkert líf fyrir 59 ára gamla mannesku, sagði Margrét Sif Guðmundsdóttir í fréttunum í gærkvöldi. Og ég tek undir þau orð. Þetta er ekkert líf. Í dag búa rétt 144 einstaklingar yngri en 67 ára á hjúkrunarheimilum. Þar af þriðjungur yngri en 60 ára og sá yngsti er 25 ára. 25 ára. Á þeim tíma er fólk að ljúka háskólanámi og hefja fullorðinslífið en ekki að skrá sig inn á hjúkrunarheimili. Ég er alin upp í nálægð við afa mína og ömmur. Þau gátu búið heima hjá sér fram yfir nírætt. Þeirra helsti ótti var að vera fullt nauðug á elliheimili. Ekki svo að skilja að elliheimili væru slæm, en þau hrylltu við því að vera svipt frjálsræðinu, að vera svipt sjálfstæðinu. Það er munur á því að vera níræður á hjúkrunarheimili þar sem þjónustan er miðuð við aldraða mannesku og því að vera 25 ára eða 50 þvinguð í rútínu þess sem er komin að lífslokum vegna aldurs. Og þótt mér hafi þótt vænt gamla fólkið mitt sem að alið hafði önn fyrir mér, hefði mér þótt óhugsandi
að búa með þeim á elliheimilinu 25 ára gömul. Ég hef ekki flutt með þeim inn á elliheimili, þótt mér þetta mikið vantum með. Það þungt og erfitt að vita að ungt fatlað fólk sé vistað gegn vilja sínum á hjúkrunarheimilum, svipt sjálfsögðum réttindum í lífinu, því lífið er erillinn að ferðast, skoða, fræðast, upplifa og njóta. Að heimsækja vini, taka á móti börnum og barnabörnum. Og þetta er stutt upptalning á öllu því sem við flest hér inni, ekki öll en flest, upplifum á hverjum degi. Staðreyndin er sú að þegar einstaklingur flyst á hjúkrunarheimili, þá missir hann margs konar réttindi. Völ á hjúkrunarheimili getur takmarkað persónufrelsi, athafnafrelsi og friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu með ýmsum hætti. Auk þess sem heilbrigðisþjónusta er skert. Fólk getur misst rétt til akstursþjónustu fatlaðra og það var bara nýverið sem heimild til að fá hjálpartæki var rýmkuð. En hvað viljum við að sé gert? Hvernig á að mæta því fólki sem að besta aldri verður skyndilega fyrir svo miklum heilsubresti að það þarf aðstoð við allar athafnir daglegs lífs? Svarið er einfalt í sjálfu sér. Flestir gætu svaraði fyrir sig. Fólk vill fá að búa heima hjá sér. Í íbúðarhúsnæði sem hentar því, það hefur valið með þá aðstoð sem það þarfnast. Það vill njóta þess sjálfstæðis og sjálfræðis sem fullorðið fólk á rétt til og frjálsræðis sem það hefur alltaf búið við. Það þarf að finna lausn sem hentar og það er verkefni ríkis og sveitarfélaga í samvinnu við fatlað fólk og jafnvel fleiri. Það er vel yfirstíganlegt og það er óumflýjanlegt að leita lausna og fara í vegferðina. Fólk verður eiga val sína búsetu og þjónustu eða aðstoð, hvort sem hún nefnist NPA eða eitthvað annað. Stefna stjórnvalda er að eldri borgarar eigi kost á því að búa sem lengst heima hjá sér og fá viðeigandi stuðning og hjúkrun heim. Þessi stefna á auðvitað líka að ná til fatlaðs fólks sem þarf mikla þjónustu og aðstoð. Það er nefnilega ekkert líf fyrir 50 mannesku að búa í einu herbergi á hjúkrunarheimili, svipt frelsi og réttindum vegna þess að hún þarf aðstoð við athafnir daglegs lífs. Ljóst er að vitundarvakning verður að eiga sér stað til að stöðva þessa þróun og þann mannlega harmleik sem oft verður vegna þeirra úrlausna sem sveitarfélög bjóða fötluðu fólki upp á. Sveitarfélög verða að snúa þessar leið og bjóða raunverulega valkosti þegar kemur búsetu og þjónustuúrræði. Og þetta þarf auðvitað að vera í samvinnu við ríkis og sveitarfélaga því þegar upp er staðið er spurningin alltaf fjárhagslegs eðlis. Hver borgar? Á meðan ríki og sveitarfélög verði dýrmætan tíma í það karp er það ungt fólk undir 67 ára aldri sem líður fyrir og tími þess er dýrmætur. Það er von mín að þetta málþing gefi sveitarstjórnarfólki og ráðamönnum, stjórnvöldum, innsýn inn í alvarleika þessa máls, þannig að gripið verði til aðgerða strax. Ég segi bara strax. Og þá er komið að því gott fólk, ég segi þetta málþing sett. Takk fyrir. Já, við þökkum Þuríði Hörpu fyrir að kjarna svona vel viðfangsefni dagsins. Willum Þór Þórsson, hann tók við embætti heilbrigðisráðherra núna í nóvember, hann er rétt að byrja og ærin verkefni framundan í honum. Það bjóða velkomin upp í pontu. Gefum hann gott klapp. Takk fyrir. Fundarstjóri, formaður og ágætu fundarmenn. Fundarstjóri hóf hér fundina á því að eitt af því sem við þurfum að horfast í augu við er hvar liggur ábyrgð. Og ég vil byrja á því að segja að ég finn til ábyrgðar. Og ég hygg út frá orðum formanns að við séum akkurat á þeim stað
vísað í grá svæði að við erum að skoða og við erum að ræða hlutin. Þess vegna þetta málþing svo mikilvægt og svo mikilvægur vettvangur til þess að fara af stað þaðan og finna lausnir. Mér finnst yfirskrift þessa góða fundar finnst góð. Ungt fólk á endastöð. Það mikill þungi í þessari yfirskrift og segir meira en mörg orð og örugglega öll þau orð sem ég ætla að hafa hér eftir og með skrifuð á blaði. Og ég held að við ættum að hafa þetta í hug og ég eiginlega sannfærður að það þetta sem mun sitja í okkur auk þeirra svona góðu fundarefna sem eru hér á þessari fínu dagskrá. Ég vil hins vegar segja það hér að það mikill heiður að fá að taka þátt í þessu málþingi með ykkur og ávarpa ykkur hér í dag. Og ég fagna því alveg sérstaklega að málefni yngri einstaklinga á hjúkrunarheimilum fái ítarlega umfjöllun. Og ég held að við eigum að horfa á þetta málþing hér sem startpunkt aðgerða. Við segjum gjarnan heilbrigðiskerfið okkar að það sé einn af hornsteinum samfélagsins og ég held að allir sem hér eru geti tekið undir það. Og öll þurfum við á heilbrigðisþjónustu að halda einhver tíma á lífsleiðinni. Og hér á landi markmið okkar allra að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar, andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu og heilbrigði. Ég held að málefni hér minna okkur á að það víða pottur brotinn. Þetta ekki alveg svona fullkomið á öllum sviðum sem við viljum horfa til og viðurkennum það bara. Hjúkrunarheimili hafi í gegnum árin verið hugsuð fyrst og fremst fyrir aldraða og þróast með þarfir aldraða í huga. Þróun hefur líka verið svo að hjúkrunarþyngd þeirra sem að fara á hjúkrunarheimili, hún hefur bara aukist. Hugsunin var að þetta væri heimili fyrir fólk sem ekki gæti lengur búið heima, þrátt fyrir stuðning, heilbrigðis- og félagslega þjónustu. Við þekkjum það líka að málefni aldraðra og þessi aukna þjónustuþörf ein af helstu áskorunum samfélagsins til framtíðar, þar sem þessi hópur mun einfaldlega bara stækka á komandi árum. Í apríl 2021 þá voru rúmlega 140 einstaklingar yngri en 67 ára búsettir á hjúkrunarheimilum og sem eins og við vitum eru rekin í gegnum Sjúkratryggingar Íslands. Stærstur hluti þessara einstaklinga búsettur á höfuðborgarsvæðinu en þar hefur fjölgunin jafnframt verið hlutfallslega mest frá árinu 2018. Og þar hefur fjölgað frá 45 einstaklingum í 77 einstaklinga. Og ef við höldum áfram að ræða og skoða þá bara stækkar þetta verkefni fyrir okkur. Flestir þessara einstaklinga á aldrinum 60 til 66 ára og hefur jafnframt fjölgað hvað mest í þeim hópi. Ungt fólk. Ágætu gestir, þrátt fyrir að hjúkrunarheimili séu fyrst og fremst ætluð fyrir aldraða þau engu að síður oft eini valkosturinn sem einstaklingum á aldrinum 18 til 66 ára sem hafa langvarandi stuðningsþarfir stendur til boða hérlendis. Yngri íbúar hjúkrunarheimila hafa fengið aukna athygli undanfarið. Og bæði í samfélaginu sem og innan ráðuneytisins get ég staðfest hér og það hefur meðal annars verið í skoðun hvort rétt sé að ganga lengra í því að útbúa sérdeildir innan hjúkrunarheimila fyrir yngri skjólstæðinga með sértækar þarfir í huga, til dæmis varðandi stærð einkarýmis, umhverfi, aðgengi og aðbúnað. Í dag eru ákveðnar einingar í boði innan hjúkrunarheimila ætlaðar yngri einstaklingum, en sú ráðstöfun hefur einnig verið ákveðnum vandkvæðum bundin þar sem hópurinn yngri íbúar hjúkrunarheimila mjög fjölbreyttur með tilliti til þarfa, getu og þeirra skerðinga sem einstaklingar
glíma við. Yngri íbúar á hjúkrunarheimilum eru langt frá því að vera einsleitur hópur og eru líkamlegar, andlegar og félagslegar þarfir yngri hjúkrunarsjúklinga mjög breytilegar og aldursbilið jafnvel breiðara en hjá eldri hópum. Eldri hópnum þar sem einstaklingar í hópi yngri íbúa geta verið á aldursbilinu frá 18 til 66 ára. Þannig að við erum að horfa á fjölbreyttan hóp og þurfum að huga að því í þeirri vinnu sem framundan er. Í október 2021 skilaði vinnuhópur á vegum Sjúkratrygginga Íslands sem heilbrigðisráðuneytið átti fulltrúa í, skilaði af sér skýrslu sem yngra fólk á hjúkrunarheimilum. Vinnuhópurinn komst að þeirri niðurstöðu að mikilvægt væri að horfa fremur til réttinda einstaklingana en skyldna þjónustuveitinga. Í stað þess að skilgreina þjónustukröfu til hjúkrunarheimila væri rétt að miða við að aðstoðin við einstaklinginn verði veitt á þeim búsetustað sem einstaklingurinn kýs. Varanleg búseta ungra einstaklinga í hjúkrunarrými ætti að heyra til undantekninga. Hún ætti að heyra til undantekninga. Ætti bara helst ekkert að eiga sér stað. Í kjölfar vinnu starfshóps Sjúkratrygginga Íslands skipaði ég starfshóp innan heilbrigðisráðuneytisins með fulltrúum félags- og vinnumarkaðsráðuneytis sem hefur það hlutverk að greina mál yngri einstaklinga á hjúkrunarheimilum og koma með tillögur fyrir ráðherra beggja ráðuneyta. Það þarf að skoða framtíðarsýn og framtíðarskipulag í málefnum yngri einstaklinga sem í dag að flytjast inn á hjúkrunarheimilin með þarfir og réttindi þeirra að leiðarljósi. Fyrst og fremst, og ég legg áherslu á það. Það mikilvægt að stefna sameiginlegum skilningi á skyldum ríkis og sveitarfélaga varðandi þjónustu og rekstur úrræða fyrir þennan fjölbreytta skjólstæðingahóp. Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar þá tilgreint verkefni að móta aðgerðaáætlun verkaskiptingu milli stjórnsýslustigana, meðal annars með það að markmiði að fækka gráum svæðum í samstarfi og tryggja skilvirkari og betri þjónustu. Þetta auðvitað verður verkefni sem við höfum lengi og hefur fylgt okkur, en við megum ekki gefast upp fyrir. Þá einnig tilgreint í stjórnarsáttmálanum að samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks verði lögfestur og stofnuð ný mannréttindastofnun. Og talandi að finna til ábyrgðar þá verður alltaf mjög þungt í mér þegar ég ræði þessi mál, af því að við höfum allt of lengi einhvern veginn í þessu á undan okkur. Og einnig það tilgreint í stjórnarsáttmála að tryggja jafnræði í þjónustu fyrir fatlað fólk, meðal annars með samráði ríkis og sveitarfélaga endurmat á kostnaði við málaflokk fatlaðs fólks með því að festa í sessi framtíðar fyrirkomulag NPA þjónustu. Það því margs konar vinna í gangi og ljóst að það þörf á að móta stefnu og framtíðarsýn fyrir þjónustuna, en eins og komið hefur fram hér í máli formanns að þá auðvitað kallað eftir aðgerðum. Og ég legg mikla áherslu á að þegar að grunnvinnu þessa starfshóps sem ég vísa til og vinnur innan beggja ráðuneyta verður lokið, þá verði fleiri kallaðir að borðinu. Þannig við náum sameiginlega utan þetta verkefni okkar og náum sátt þessa sýn, og þá auðvitað mikilvægt að sjónarmiðin komi öll fram og mörg hver sem við höfum eftir að heyra hér og eftir í pallborðinu. Og það auðvitað það sem að svona málþing snýst koma hlutunum á stað. Við sem að höldum á ábyrgðarkeflinu, þeir sem að þurfa á þjónustuna að halda, við öll þjónustukerfin, við verðum í sameiningu að skoða og framkvæma hvernig hægt verður að veita bestu mögulegu þjónustu miðað við þær þarfir sem að
við horfumst í augu við með sjálfstæði og réttindi einstaklingsins. Þetta fyrir mér algjör kjarni máls að leiðarljósi. Þannig að hægt sé að tryggja bestu mögulegu þjónustu við hæfi og við hæfi. Hér að lokum að þá vil ég nú fyrst og fremst ítreka ánægju mína með þetta málþing og þakka jafnframt kærlega fyrir að fá að vera með ykkur og ítreka að ég mun fara hér út með meiri fróðleik, meiri vitneskju, en líka þungan í orðum yfirskrifta þessa fundar. Þakka ykkur kærlega fyrir, gangi okkur öllum vel í þessu verkefni sem öðrum og eigum góðan dag. Já, takk fyrir að vera með okkur, Willum. Við óskum þér góðs gengis. Margrét Sigríður Guðmundsdóttir er 59 ára. Hún er með MS sjúkdóminn. Hún hefur ekki fengið húsnæði og úrræði við hæfi. Hún hefur verið vistuð hún hefur búið á hjúkrunarheimili núna í það bil 1 ár. Hún er hérna með okkur ásamt Alexandru og Lídíu Sif. Já. Alexandru Sif og Lídíu Hrönn, dóttur hennar og aðstoðarkonu. Hún hefur stigið fram í viðtölum undanfarna daga og hún ætlar að segja okkur frá upplifun sinni af þessu öllu saman. Takk fyrir og gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Heyrist í mig núna? Heyrist ekkert? Skoða næ. Það er nú hátt í þetta. Já, góðan daginn. Margrét Sigríður Guðmundsdóttir heiti ég, 59 ára og hárgreiðslukona. Ég heiti Alexandra og er dótturinn af Margrétar og ætla að koma með svona örlitla innsýn inn í aðstandenda hlutverki. Ég byrjaði á því að finna fyrir þessu veikindum 2005 og já, svo náttúrulega bara frís allt. Í byrjun þá verði ég svona að draga fæturnar og haltra og jafnvægisleysi gera vart við sig og sem fer ég að nota staf og seinna göngugrind og svo náttúrulega er ég komin í hjólastól. Í kjölfar að ég var á Reykjalundi þá er sótt þjónustu hjá Kópavogsbæ að ég þurfi aðstoð. Ég fæ úthlutað 24 tímum á sinnum heimaþjónustu sem að Kópavogsbær kaupir af og heimilistrif og ferðaþjónustu fallara. Mér hrakar mjög mikið og hratt, þannig að það eru aukið við tímana því þetta dugði náttúrulega enga veginn þessi tímar. Og, já. Já, þetta er sérst árið 2012 og þú byrjar að finna fyrir veikindum 2005 og ég fer sérst í erlendis í nokkra mánuði á þessum tíma og pabbi minn sendi mig skilaboð til að vara mig við þegar ég kæmi heim að mamma væri farin í hjólastól, væri sest í hjólastól svo ég myndi ekki fá algjört áfall við að koma heim. En auðvitað er það alltaf áfall, hvert skref er áfall út af fyrir sig þessi veikindi. Já, 2016 þá fer ég í rafmagnshjólastól og það er orðið miklu meiri vinna við þjónustu við mig og þarna fæ ég cirka 70 klukkustundir á mánuði sem að hrökkva mjög lítið til og það þarf náttúrulega bara eiginmaður og börnin
að sjá restina af þjónustunni. Af því þá var ég gift á þeim tíma og þetta lendir náttúrulega alltaf á aðstandendum. Svo 2017 þá ákveður Kópavogsbær að hætta með þjónustu hjá sinnum og tekur alferðið yfir og býr til sérstakt teymi til að þjónusta þá fólk sem bjó heima og átti að þjónusta það. Þetta sett á laggirnar og með tilheyrandi brölti, þetta var ekki búið að skipuleggja þetta nógu vel og þar lendi þetta bara, já, þetta var bara svona skipulagt kaos bara. Og þetta náttúrulega lendi síðan bara á eiginmanni og börnum að taka restina. Því að þetta náttúrulega þjónusta sem að manni finnst náttúrulega engan veginn að lenda á aðstandendum. En sjálfur sér gerir það alltaf. Þetta alveg, já. Já, við grátbáðum aðstoð, en skilaboðin sem við höfum fengið frá degi 1 að við getum bara aðstoðað hana sjálf. Og alltaf þegar við erum komin út í og maður að biðja hvers kyns aðstoð, þá fáum við að heyra, og ert þú ekki aðstoða hana? Eru þið ekki að hjálpa henni þá líka? En auðvitað erum við að gera það, en við fáum líka ekki tækifæri þess að meðan að vera bara aðstandendur, vera fjölskylda. Enn og aftur var þetta umsóknarferli fleiri tíma. Ég var náttúrulega alltaf að sækja meir og meiri tíma til þess að fá meiri þjónustu. Þetta var endalaus bið og tók margar vikur og mánuði að velkjast á milli. Það var fundur þarna og ekkert gekk. Og stundum fekk ég synjun og svo þetta sækjum aftur. Og þar verður þetta ferli náttúrulega bara orðið íþyngjandi. Maður hefur alveg nóg með sinn sjúkdóm og maður þurfi ekki að vera endalaust að vera að biðja þjónustuna. Og það náttúrulega lendir náttúrulega alltaf bara á aðstandendum. Síðan eru tímanum á 2018 cirka, þá eru aukið tímar í 120 tíma á mánuði. Þarna komið að þurfa að vera 2 starfsmenn við vissar athafnir, eins og sturtu og sund sem að ég fekk að vera í þá. Og svo alltaf þegar ég fekk aukna tíma, þá var ég náttúrulega orðið miklu verri, þannig að ég þurfti alltaf að vera að byrja á byrjunum og sækjum aftur, af því að þetta dugði engan veginn til. Og þannig að þetta, já, endurtekur sig alltaf. Það er gríðarlega íþyngjandi að vera aðstandandi og horfa upp á foreldri sitt veikjast svona alvarlega og við vissum ekki almennilega hversu hratt þetta myndi ganga fyrir sig og að vera að ganga í gegnum baráttuferli við að hún fái bara umönnun fyrir það sem hún á í rauninni að fá. Það var mjög erfitt að koma þar af auki inn í umönnunarhlutverk í mjög miklu mæli. Svo tekið að svo kallað SIS-mat. Þá kemur fulltrúi og fer yfir stöðuna hvaða þörfina er svona umönnunar þörf og liðveisluhluti og í rauninni metur þetta SIS-mat með þannig að ég þurfi 4 stöðugildi. Það er þá 4 manneskjur í fullu starfi. Hjá Kópavogsbæ er það bara metið þannig að þetta er bara til viðmiðunar. Þetta er ekki farið neitt eftir þessu. Þannig ég skil ekki alveg tilgangi með þessu mati ef það svo ekkert farið eftir því. Þarna er fjölgað upp í þegar ég sæki og fæ þetta samþykkt og þá fæ ég samþykkt 1 stöðugildi. Þannig í rauninni tekur eiginmaður minn og fjölskylda 3 stöðugildi. Þannig að þau voru að vinna vinnuna sem að mér finnst náttúrulega ég hefði átt að fá annars staðar frá.
og ég bað 2 stöðugildi en ég fikk 1. Janúar 2020 þá leggst inn á bráðamóttökuna og leggst svo inn á almenna deild og mjög veik þarna í mánuð. Á 10. degi þá haldinn fundur með félagsráðgjafa spítalans, heimaþjónustunni og heimahjúkrun og eiginmaðurinn á staðnum. Og hann alfarið neitar að taka við mér heim nema við fáum fleiri tíma. Þarna á þessu fundi það bara ákveðið að þetta sé ekki í boði. Það sé í raun orðin of stórt viðfangsefni fyrir þessa þjónustu. En mér skildist upp að þetta væri svona sértæk þjónusta sem ætti að þjónusta þá sem að væri náttúrulega bara alvarlega veikir einhvern veginn. Ég vissi af þessum fundi, en svo mér bara tilkynnt það eftir fundin þegar var búið að fara yfir stöðuna á þessu hvað verið að gera og ákveðið að þannig ég bara fara á hjúkrunarheimili. Mér tilkynnt þetta sem að eiginlega allir gætu sett sig í sín fótspor að bara heimurinn hrundi, hann bara hrundi bara gjörsamlega. Ég og maðurinn minn tökum stöðuna og förum að ræða þessi mál og ákveðum að vera bara svona í fjárbúð. Það myndi henta mig vel og bara ég færi heiminn á milli og myndi bara koma svona klöngrast í gegnum þetta. Svo ég fann samþykki þetta. Já, og í kjölfari á þessu þá sæki ég liðveislu til að fara í sund sem ég var búin að vera á Reykjalundi frá 2013 einu sinni í viku og þetta mér bara lífsnauðsynlegt. En þegar búið að sækja þetta sund og aðstoð heim og einhverja liðveislutíma og þá þessu bara alfarið synjað, þetta bara hent út af borðinu. En svo fer eiginmaðurinn og semur að ég fái 30 liðveislutíma. Og þá miðast það við þegar ég væri komin inn á hjúkrunarheimili bara til að koma mér út úr húsi. Og það væri gönguferð inn í Kringlu eða hvað sem væri. Eða að sitja hér. Júlí 2020 þá eiginmaður minn að ræða það að þetta sé orðið bara svo mikið að hann geti bara ekki höndlað þetta lengur. Og þróun samtalsins á smá tíma verði þannig að við ákveðum að skilja. Eða eiginlega kannski hann ákveður að skilja. Því hann náttúrulega, ég hafði ekkert val, ég var orðin komin svolítið út í horn. Hann náttúrulega var bara í fullri vinnu og vildi stunda sín áhugamál sem hann var löngu búinn að leggja á hilluna. Gat náttúrulega farið eitthvað en ekki eins og hann vildi gera. Og ég fulla skilning á þessu, en auðvitað fannst mér þetta ömurlegt. Og á þessum stað í lífi mínu þar sem ég var bara heimilislaus og ég var óskráð í hús. Geti ímyndað ykkur, eigi ekki heimilisfang, geti ekki skrifað heimilisfangi einhvers staðar. Þannig að þarna ég búin að vera 7 mánuði á spítala og fer svo í 4,5 mánuði hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili. Ég sæki MPA og félagslega íbúð og þessu bara synjað. Af því ég var náttúrulega gift á þeim tíma og ekki, þetta var bara ekki til umræðu. En biðin og ég býð áfram bara og ég segi og komið þarna á hjúkrunarheimili og vissi í rauninni ekkert hvað myndi gerast. Svo á þessum tíma þarna þá fæ ég aukið þessar liðveislutíma upp í 50 tíma sem að yfirleitt ekki, viðmiðið 16 tímar á mánuði ef þetta hefur verið í boði. Þannig ég er virkilega þakklátt að hafa allavega fengið þetta. Þetta hefur nýst mér vel. Og við þetta brölt allt saman þá
í kjölfarið ég setja Facebook-færslu sem að hefur það daginn eftir að þá hringir mig fréttakona og ég er komin í sjónvarpsviðtal sem birti svo í fréttunum þá á kvöldi. En svo í kjölfarið af þessu þá náttúrulega þetta COVID allt saman og ég lokast náttúrulega inn á spítalanum út af COVID. Ég var í 2,5 mánuð lokuð inn á 8 fermetra herbyggi. Mátti ekki eins og fara fram, ég gæti farið í sturtu, en svo bara beint inn. Þannig að þetta var mjög dapurlegir tímar. Á þessu tímabili þá er búið að sækja mig á Hrafnistu og fleiri stöðum fyrir mig og ég held að það hafi verið 7 sinnum sem ég fékk höfnun á þessu tímabili, þessu næri ári. Kjölfarið á þessu sjónvarpsviðtali að þá er eitt hjúkrunarheimili sem bara hringir í mig og býður mér að koma og af því að það ég opna jafnvel deild á þessu hjúkrunarheimili með þá þessu fólki í huga sem er undir 67 ára. Ég hef ekki séð einasta sem er undir 67 ára að koma á þessu rúmi ári sem ég er búin að vera að. Þetta var rosa léttir að komast inn á hjúkrunarheimili og bara fá þak og 4 veggi. En ég held þetta sé 24 fermetrar þetta herbyggi sem ég er í. Ég get ekki boðið fólki til mín í mat nema að vera þá með konunum hana frammi og yndislegt fólk. En meðalaldurinn á deildinni minni er 95 ára. Það er 101 árs, hún gæti verið amma mín. Þannig að þetta er svona, ekkert út af þetta heimilega setja, þeir reyna að gera allt sem geta. Já. En hjúkrunarheimili eru bara ekki gerð fyrir fatlað fólk. Það sem er rauninni kannski stendur mest upp og það er þessi félagsskapur. Og eins og ég segi, þetta er yndislegt fólk en það eru margar fólk þarna með Alzheimer heilabilun og það talar sama hlutinn eftir 2 mínútur þá segir það nákvæmlega sama. Fólki sem ég tala við er starfsfólkið. Þær eru frá kannski 18 ára og upp úr. Þær hafa enga kunnáttu, enga reynslu í að sinna manneskjum sem mér. Og þar af leiðandi verður ýmsir árekstrar. Ég er búin að taka saman starfsmennina sem eru búin að sinna mér frá því 14. desember 2020 og þetta eru cirka 50 starfsmenn í umönnunar hlutverkinu. Stundum bara kemur fólk inn á gólf hjá mér og ég er að fara í sturtu og ég hef ekki hitt fólki, þannig að þetta er engin reynsla. Einu svörin sem ég fæ bara er þetta, svona er þetta bara. Og mér finnst það bara ekki svar. Að lokum sko, ég veit ekkert hvað býður mín. Með þessu núna hérna, þessu málþingi og þessari umfjöllunar allri. Þá svona fór ég kannski aðeins að fara hálft skref í vonir og einhverjar að eitthvað breytist. Því mér finnst bara ég ekki geta verið þetta lengur. Kerfin bara, þau tala ekki saman og í rauninni öryggi okkar er ótryggt. Við viljum fá bara að gangi lög og reglur sem eru og bara það þarf að bara breyta lögum og reglum að það passar ekki. Þetta er allt mannanna verk. Það er að gemma svona svo. Komst aðeins áfram. Þetta er mannanna verk og þetta er svona upplifið mig eins og þetta sé svona kassi með óbúslegum hornum en við þurfum bara að taka hornin af. Við erum búið til hring. Þannig að þetta kerfi virki fyrir alla. Við eigum öll rétt á viðeigandi þjónustu, hvort sem við erum fötluð eða ófötluð. Svo, já, mér finnst frábært að ég hafi verið beðin að tala hérna og vonandi að það hafi komist eitthvað til skila sem ég er að reyna að segja.
Það sem líka það sem ég vildi gera því að ég hef rödd, mín rödd hún virkar ennþá og ég vil hafa röddina fyrir alla hina. Að því það eru fullt af fólki sem eru hjúkrunarheimili sem hefur ekki rödd, getur ekki og bara fatlaðir í höfuð. Þau get ekki tjáð sig, get ekki sagt, ég getur röflað endalaust og allir hundþreyttir á að láta laga þarna og gera. Þetta örugglega rosalega þreytandi fyrir starfsfólki, en það eru sumar mjög þolinmóðar. Þannig að verðum bara að hafa hátt og við erum náttúrulega með því að vera hér í dag, erum við að hafa hátt. Og ég þakka bara fyrir tækifæri að fá að koma hingað. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta kærlega og þetta komst svo sannarlega til skila. Sláandi frásögn af því hvernig úrræðaleysið í kerfinu bitnar á lífsgæðum fólks. Næst það María Fjóla Harðardóttir, forstjóri Hrafnistu, sem ætlar að segja nokkur orð. Takk. Ráðherra, fundastjóri, formaður og fundamenn. Kærar þakkir fyrir að fá að koma og tala fyrir hönd hjúkrunarheimila og fyrir bara þetta málefni sem alvarlegt og við höfum verið að fylgjast með í talsvert langan tíma. En svona aðeins til að setja ykkur inn að þá eru Hrafnistuheimilin í eigu Sjómannadagsráðs og eru 8 talsins í 5 sveitarfélögum. 800 íbúar búa á Hrafnistu og 17 af þeim eru 67 ára yngri, núna síðasta í febrúar. Mér langar svolítið að taka umræðina líka varðandi hjúkrunarheimilin. Þar er fólk ekki vistað, heldur flytur það til okkar. Það flytur á hjúkrunarheimilin og býr hjá okkur, vegna þess að það getur ekki búið lengur heima. Það er búið að nýta þau úrræði sem til eru til að búið lengur heima og flytur til okkur þegar þau eru uppurinn. Þannig að og við erum að upplifa hjá okkar fólki sem að koma, sem eru almennt hrumir veikir aldraðir, mikið þakklæti að komast í öruggt skjól þegar það getur ekki verið lengur heima. En svo það annað, hvort að 67 ára og yngri, ungt fólk að búa á hjúkrunarheimilum. En lögin breyttust 1. júlí 2007 með setningu laga heilbrigðisþjónustu 40/2007, þar sem sett var þetta ákvæði, þar sem það var heimild, að hjúkrunarheimilum var heimilað að bjóða einstaklingu sem voru 67 ára pláss á hjúkrunarrými og öldrunarstofnunum. Þar með voru hjúkrunarheimilin orðin úrræði fyrir alla þá sem þyrftu á sólarhringsumönnun að halda. Umræðan var ekki tekin með fulltrúum hjúkrunarheimila að ég viti, ég skal ekki sverja fyrir það. Og ég veit ekki hvort hún var tekin með þeim sem þurfa á sér þjónustu að halda. En það er alltaf gott og skynsamlegt að gera það áður en við gerum breytingar. En hjúkrunarheimili í dag versus fyrir nokkrum árum, þar landslagið mjög breytt. Og eins og Willum komin inn áðan að þá eru einstaklingar í dag veikari sem flytja inn á heimilin, ólíkt því sem var fyrir nokkrum árum, og þjónustuþörfin hefur aukist jafnt og þétt og legutíminn styttist. Þessari einstaklingar búa í dag í sjálfstæðri búsetu með heimahjúkrun og eru ekki að flytja inn á hjúkrunarheimili. Hjúkrunarheimili landsins voru byggð utan þjónustu fyrir aldraða sem ekki geta lengur búið heima í sjálfstæðri búsetu. Hjúkrunarheimili eru heimili fólks og við höfum lagt okkur fram við að breyta þeim úr því að vera stofnanaleg í það að vera meira heimilisleg og við eigum enn í land með þá vinnu. Við til dæmis vinnum inn á heimili fólks, þau búa ekki vinnunni í okkur. Og það hluta þeirri ímyndanvinnu sem við erum að reyna og þeim breytingu sem við erum að reyna að innlega. Þitt líf, þitt valið. Það gríðarlega mikilvægt að fólk fái lausn við hæfi. Ekki hægt að setja alla einstaklinga í sama flokk þótt hann þurfi einn daginn á sólarhringsþjónustu að halda.
Það mikilvægt að við horfum á þjónustu úrræði út frá þjónustu þörf. Það verður samt líka að horfa á kostnaðinn. Og já, ég ætla að vera hugrökk og segja það uppátt, en ég trúi því að það sé hægt að ná góðum árangri ef allir aðilar leggjast á eitt við að finna lausn, þjónustuþegi, þjónustuveitandi, stjórnvöld og sveitarfélög. Við þurfum að hugsa út fyrir kassan. Við þurfum einmitt að rúna kassan og hlusta á hvort annað. Og þá meina ég allir þurfa að hlusta á hvort annan. Það verður líka að taka það fram að það eru ekki aðeins ungir einstaklingar sem þurfa úrræði við hæfi, heldur einnig aldraðir sem búa á hjúkrunarheimilum í dag. Ekki hægt að setja alla á almenna hjúkrunardeild í einn kassa. Það ekki að setja alla á almenna hjúkrunardeild og hjúkrunarheimili sem þurfa sólarhringsþjónustu að halda. Þetta eru einstaklingar sem eru með ólíka þarfir og það breytist ekki þó einstaklingur verður aldraður. Sem dæmi þurfa einstaklingar með virkan fíknivanda og einstaklingar með alvarlegar geðraskanir úrræði við hæfi, hvort sem það innan hjúkrunarheimila eða utan. Hvers vegna hendar ekki ungum hjúkrunarsjúklingum að búa með öldruðum íbúum á hjúkrunarheimili? Þarfir ungra hjúkrunarsjúklinga eru frábrugðnar þörfum eldri íbúa. Það bæði okkar reynsla og upplifun þeirra ungu skjólstæðinga sem hjá okkur búa. Hjúkrunin oft á tíðum flóknari, þar sem hún krefst meiri þjónustu frá fagfólki, til dæmis sjúkraþjálfun, talmeinafræðing, sálfræðing, félagsráðgjafa og svo framvegis. Þeir glíma oft á tíðum við fjölþættari vandamál sem krefst aukinnar sérfræðiþjónustu sem eykur líka kostnað heimilisins. Svo reynslan einnig sú að yngri einstaklingar eru líklegri til að dvelja í hjúkrunarrýmum áratugaskeið. Meðalaldur sumra veikra aldraða einstaklinga í hjúkrunarrými á bilinu 80 til 85 ára. Meðallegutíminn 2 ár. Það þýðir að ef ungur einstaklingur hefur búið í hjúkrunarrými í 30 ár, hann búinn að skipta nágranna 15 sinnum. Það ekki uppbyggilegt umhverfi að búa við og það gildir annað þann aldraða sem upplifir ekki þetta þar sem hann dvelur almennt í mun styttri tíma. Og áfram með ástæður hvers vegna það henta síður ungum einstaklingum að búa með öldruðum einstaklingum á hjúkrunarheimili. Það eru bara aðra félagslega þarfir. Þau vilja til dæmis komast á kaffihús og í bíó og í Kringluna eins og annað ungt fólk. Það ekki eins mikil krafa frá hinum aldraða. Ekki svo sama. Þó það sé ekki einsleitur hópur. Þau eru að horfa Netflix, PlayStation og fleira þó að einstakar aldraðir gera það sjálfsögðu líka. Fjármögnun hjúkrunarheimila býður ekki upp á liðveislu sem nauðsynleg. Fjölskyldumynstur annað. Þetta ungt fólk í blómalífsins sem eiga mögulega börn og unga maka. Umhverfið þarf að taka mið af því. Matasmekkur. Það mjög erfitt að gera svo breiðum hóp til hæfis frá 30 ára og upp úr. Ekki nema við myndum opna stjörnutorg á hjúkrunarheimilum. Það reyndar góð hugmynd og örugglega framtíðin. Ef íbúar á svipuðum aldri myndu búa saman getur myndast dýrmæt tengslamyndun eða vinátta hjá einstaklingum í svipaðri stöðu sem heilmikil stuðningur. Það verið að taka á einmanaleika, áhyggjum, sjálfstæði, sjálfsmynd, svo dæmi séu nefnd. Hjálpartækjakostnaður meiri fyrir hjúkrunarheimilin sem hefur verið vandi og það fylgir oft ungum einstaklingum sem flytja inn, en það leysist að hluta með nýrri reglugerð. Þannig að við erum að stíga þessi skref í rétta átt. Sum hjúkrunarheimili með heimild fyrir sérrými fyrir ungt fólk en önnur ekki. Sjúkratryggingar Íslands hafa heimilað og greiða örfáum hjúkrunarheimilum fyrir ákveðin rými fyrir unga hjúkrunarsjúklinga. En það aðeins hluti af þeim fjölda sem innliggjandi á hjúkrunarheimilum. Þau rými háð nýtingu, þannig að ef einstaklingur eldist, þá lækka greiðslurnar að sama skapi til heimilisins, sem þýðir að draga þarf úr þjónustunni, en það ekki svo auðvelt. Það ekki auðvelt að hækka og lækka starfshlutfall og liðveislu eftir því sem fólk hækkar í aldri. Ungir einstaklingar dvelja því á hjúkrunarheimilum, en heimili fá ekki greitt fyrir þau rými sérstaklega. Hvers vegna þetta þannig, það veit ég ekki. Einstaka sveitarfélag hefur greitt áfram hjólastólabíl fyrir unga einstaklinga,
en það upp á náð og miskunn hjá því sveitarfélagi. En þetta ekki allt svart. Hvernig getum við gert betur? Við getum gert betur og eigum að gera enn betur. Vinnum saman og finnum lausnir, spyrjum þá sem að nýta þjónustuna, sem að reka hana og þá sem ráða fjármagninu. Það þarf alla að borðinu til að ná niðurstöðu sem ásættanleg. Umræðan undanfarið hefur hreyft við ráðamönnum og með nýjum ráðherra trúi ég að það sé verið að endurskoða þessi mál, líkt og komið hefur fram. Það mikilvægt að einstaklingur sem þarf sólarhringsþjónustu hafi val þegar kemur að því að ákveða hvar hann vill búa. Að sjálfsögðu þarf það val að vera raunhæft út frá öryggissjónarmiði einstaklingsins og svo kostnaði. Eins og hefur komið fram að það að vera heima með ákveðna þjónustu, það getur líka verið ákveðið ágefni hvað ef þjónustan veikist eða sá aðili sem að koma inn. Þannig að það líka ákveðið óryggi sem skapast að vera heima sem að væri hagur í að vera með öðrum inn í stærra rými. Þannig að það eru kostur og gallar. Verum hugrakk og þorum að tala erfiðu hlutina eins og til dæmis hvað hlutinni kosta. Þá það bara upp á borðinu og við vinnum að því að hámarka það sem hægt að fá fyrir fjármagnið og viðurkennum það sem ekkert að fá og segjum það upphátt. Hjúkrunarheimili einn valkostur? Það ekki ómögulegt að hjúkrunarheimili geti verið hluti af valmöguleikum einstaklingsins sem þarf á sólarhringsþjónustu að halda að mínu mati. En þá þarf að gæta þess að þjónustan sé kostnaðargreind, að tekið sér með að því að fólk vilji búa með fólki á svipuðu reki innan hjúkrunarheimilis. Þannig að það sé þessi svipaður aldur innan þeirra deildar og það sé markmiðið að halda þannig. Að svo vinna sé unnin í samstarfi við þann hóp sem mun þurfa að nýta þjónustuna og þeirra sem munu reka hana innan þess fjárhagsramma sem gefinn. Það mikilvægt að ríki og sveitarfélög vinni þarna saman með teyminu að lausn. Kæra þakki fyrir mig. Já, takk fyrir þetta sem leiðis, María. Nú ætlum við að fá okkur svolítið kaffi. Já, komið sæl. Gott að vera með ykkur hér í dag og það leikur auðvitað enginn vafi á því að það málefni sem við ræðum hér í dag bæði mikilvægt og afar brýnt. Við hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga höfum lengi kallað eftir samtali við ríkið lausnir á þessum málum, enda finna sveitarfélagin fyrir tölvunum þrýstingi að bregðast við ákalli þjónustu við þennan hóp. Það hefur hins vegar því miður verið lítið viðbrögð af hálfu ríkisins, eins og ég mun fara yfir í þessu erindi. Ég held við getum sagt svona í tilefni af ummælum formanns ÖBÍ hérna áðan að það verður ekkert mikið karp þegar ekkert samtalið. Og ég leiði mér nú að spyrja ráðherra hér í kaffilhliðinu áðan hvort að hann teldi það eðlilegt að fulltrúar ráðuneyta séu einir að móta stefnu málefni yngri hjúkrunarsjúklinga og hann lofaði nú að kynna sér það betur hvað þessi hópur væri að gera. En ég held að það sé svo sem eðlilegt að bara spyrja hvenær í þessu ferli á að ræða við sveitarfélögin. Við skulum vona það að þeirra afstaða skipti máli og að þeim verði ekki bara boðið á kynningarfund sem því miður kannski aðeins og algeng vinnubrögð. En hér í upphafi þá langar mig að draga upp svona grófa mynd af erfiðri stöðu í þjónustu við fatlað fólk nú þegar 11 ár eru liðin frá yfirfærslu málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga. Og út frá þeirri mynd getum við síðan velt fyrir okkur hvaða kröfur raunhæft að gera til sveitarfélaga að fjölga þjónustuþegum án þess að fá til þess stórauki fjármagn. Við getum auðvitað gengið skrefinu lengra og spurt einnig hvort málaflokkurinn væri betur kominn hjá ríki en sveitarfélögum, en ég tek fram ég ætla ekki að taka neina afstöðu til þeirra spurningar. Samkvæmt tölum úr ársreikningum sveitarfélaga fyrir árið 2020 halli í þjónustu við fatlað fólk á því ári 8 milljarðar. Þetta mjög há tala og bara til samanburðar þá erum við að tala það að heildarframlög jöfnunarsjóðs til málaflokksins nemi á þessu ári rúmlega 19 milljörðum króna. Og svona neikvæð afkoma í einum málaflokki hefur áhrif á allan rekstur sveitarfélaga. Almenn afleiðing að skuldir þeirra aukist, en það líka líklegt að sveitarfélög reyna að mæta hallanum með samdrætti í öðrum málaflokkum.
Tilvist sveitarfélaga háð því að rekstur þeirra sé sjálfbær og í því hugtaki felst að afgangur frá rekstri þarf að standa undir nýjum fjárfestingum, afborgunum af skuldum og viðhaldi á eignum. Ósjálfbær rekstur hefur alvarlegar afleiðingar, bæði til skamms tíma og enn frekar til lengri tíma ef skuldum velt yfir á komandi kynslóðir. Eins og sveitarfélögin gerðu hér einu sinni áður en að tekna voru upp fjármálareglur fyrir þau. Horfur eru á því að hallarekstur í þessum málaflokki verði enn meiri á þessu ári, jafnvel talað 12 milljarða. Sveitarfélögin hafa því mjög takmarkað svigrúm til að auka þjónustuna. Við erum í viðræðum við ríkið, meðal annars endurskoðun á þjónustulögunum sem samþykkt voru 2018 og við erum líka í heildarviðræðum tekjustofna sveitarfélaga. Það unnið að því að krefja til merkjar hvaða ástæður liggja að baki þessari þróun en við blasir að allavega ein af skýringunum ásókn í það sem við getum kannski kallað að notendur séu felldir undir fötlunarhattinn, ef við notum gæsalappir það. Þessi ásókn veldur því að umfang þjónustu vex en sveitarfélögin hafa hins vegar mjög takmarkað svigrúm til að mæta þeirri áskorun. Sveitarfélögin fá framlög úr jöfnunarsjóði til þess að standa undir útgjöldum við fötlunarþjónustu og þar á forsendan að vera sú að framlagið dugi til þess að fjármagna hinar einstaklingsbundnu þjónustu ásamt skatttekjum sem sveitarfélögin fá líka. Fjölgun notenda án þess að þessi pottur stækki ávísun á hallarekstur. Þá jöfnunarsjóðurinn ekki að úthluta fjármunum í samræmi við útgjaldaþörf, heldur sjóðurinn í rauninni að dreifa fjárskorti. Við þessar aðstæður kalla hver nýr notandi sem bætist í hóp þjónustustega í raun á tilfærslu fjármuna frá öðrum notendum innan þessa kerfis eða öðrum málaflokkum að því marki sem sveitarfélögin jafna hallan í sínum reikningum. Hér ekkert við jöfnunarsjóðinn eða það kerfi að sakast, heldur þetta þróun sem afleiðing af reglurammanum sem settur þjónustuna. Sá rammi verulega gallaður og brýnt að endurskoða hann. Og eins og ég sagði, þá erum við í viðræðum við ríkið, en ég held að það sé best að segja hlutina hreint út á þessum fundi. Það mjög langsótt að við náum varanlegri lausn á hallarekstri sveitarfélaga í þessari vinnu. Við getum vonað að hallinn minnki eitthvað. Eðlilegt að við leitum skýringa. Þær án efa margar. Eftir yfirfærsluna árið 2011 hafa sveitarfélögin ár frá ári fundið fyrir meiri þrýstingi þjónustu af þeirra hendi. Og ég ætla að leyfa mér að slá fram þeirri fullyrðingu að sú ákvörðun sem tekin var að samþætta félagsþjónustu og þjónustu við fatlað fólk hafi að stórum hluta verið alveg rétt ákvörðun. En það hefur komið líka á daginn sem sumir spáðu að þegar ákvarðanatakan komin á sveitarstjórnarstigið, nær notendum, verði líka erfiðar að synja þjónustu. Við getum þá sömuleiðis slegið því fram að það hafi verið mun einfaldara fyrir ríkisstofnanir að segja, og kannski innan gæsalappa, því miður getum við bara skráð þau á biðlista. Við erum að bíða eftir því að fá heimild af fjárlögum til að auka við þjónustuna, en við getum ekkert sagt hvenær sú heimild verði veitt. Núna töluvert breyttir tímar. Við endurmat á yfirfærslunni árið 2015 var mönnum tíðrætt svonefnd nærþjónustuáhrif sem meðal annars voru talin skýra að einhverju leyti hallarekstur sem varð á þjónustu við fatlað fólk á árunum 2011 til 2014. Frá þeim tíma hafa verið rekin dómsmál gegn sveitarfélögum, bæði vegna biðlista og synjunar eða tafa á NPA-þjónustu. En samt gilda í rauninni nákvæmlega sömu sjónarmið rekstur ríkis og sveitarfélaga sem undirstrika meðal annars mikilvægi málshraðareglu stjórnsýsluréttar ásamt þýðingu mannréttinda við töku ákvarðana réttindi fatlaðra einstaklinga. En við þurfum alltaf að hafa bak við eyrað að fjárhagsáætlun sveitarfélaga bindandi fyrir rekstur sveitarfélaga á sama hátt og fjárlög bindandi fyrir rekstur ríkisins. En það sem mér finnst alvarlegast í þessari þróun það sem ég vil bara kalla óskammfeilni ríkisstofnana að vísa ábyrgð á rekstri ýmiss konar sérhæfðra úrræða á hendur félagsþjónustu sveitarfélaga.
Nýjasta dæmið, og þau eru mörg, málefni vistmanna Kópavogshælis sem samkvæmt fréttum eru sumir of hættulegir til að vera á geðdeild. Svör heilbrigðisráðuneytisins til fréttamanna eru samt þau að það sé verkefni sveitarfélaga að leysa vanda þessara einstaklinga ef svo fer að áfangaheimili verði lokað vegna ástands brunavarna. Og hugsum okkur nú aðeins hefði heilbrigðisráðuneytið slegið fram slíkum fullyrðingum fyrir yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk? Við skulum líka spyrja, var það hluti af yfirfærslunni að sveitarfélögin tækju yfir þjónustu við fólk á stofnunum á borð við Kópavogshælið? Svarið við báðum þessum spurningum nei, enda var þessi þjónusta skilgreind sem heilbrigðisþjónusta, kostnaður við hvern einstaklingi slíkum vanda gífurlegur og það ekki nema eðlilegt að sveitarfélög geri kröfu að samið verði breytingar og umfangi þeirra þjónustu sem þau veita. Fara á næstu glæru. Vandi yngri hjúkrunarsjúklinga hefur lengi verið til staðar, löngu fyrir yfirfærsluna 2011. Það hafið yfir allan vafa að í samkomulagi ríkis og sveitarfélaga var á engan hátt gert ráð fyrir að þjónusta við fólk sem þá var vistað á hjúkrunarheimilum færðist yfir til sveitarfélaga. Þessi hópur hefur einfaldlega fallið undir heilbrigðiskerfið og á því varð engin breyting með samningum milli ríkis og sveitarfélaga. Hið sama á við ýmsa aðra hópa sem knúið hafa dyra hjá sveitarfélögum með óskum þjónustu. Hér getum við til dæmis nefnt einstaklinga í þörf fyrir öryggisvistun, einstaklinga með framheilaskaða og fleiri dæmi. Það jafnljóst að það þörf á úrræðum fyrir þessa hópa, ekki síður en fyrir yngri hjúkrunarsjúklinga, jafnvel meiri. Við tölum gjarnan grásvæði í tengslum við yfirfærsluna, en að mínu áliti falla framangreindir hópar ekki undir þá hugtakanotkun. Kannski getum við í rauninni fækkað þessum gráu svæðum á lista okkar hjá sambandinu með því að tala skýrar og tala geiraábyrgð, sem við ættum að gera. Gráu svæðin sem við erum að leggja áherslu á núna eru í tengslum við börn með fjölþættan vanda, sem afskaplega brýnt að leysa og algjört forgangsmál af hálfu sveitarfélaga. En grásvæði eru auðvitað líka víðar og tengjast þjónustulögunum, til dæmis varðandi þá sem eru 67 ára og verða fyrir áföllum sem falla að föllunarhugtakinu. Þetta óleyst mál af hálfu löggjafans. En ef við spyrjum síðan hvað vilja sveitarfélögin, næsta glæra, þá höfum við hjá sambandinu á undanförnum árum orðið endurtekið fyrir vonbrigðum með vinnubrögð heilbrigðisráðuneytisins og ég beini spjótum mínum aðallega að því ráðuneyti, miklu meira en félagsmála. Þetta snýr aðallega að almennri stefnumörkun ráðuneytisins í heilbrigðis- og öldrunarmálum sem allt of stofnanamiðuð. Ekkert hugað að því hvernig skýra megi verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og allt of lítið hugað að því að þróa samstarf, til dæmis heimahjúkrun og NPA-þjónustu. Og ráðuneytið hefur almennt ekki sýnt mikinn metnað til þátttöku í samþættingu þjónustu eða fækkun grárra svæða. Og ég ítreka að þetta eru vonbrigði vegna þess að það svo margt í velferðarmálum sem við gætum gert betur með aukinni samvinnu og heildarsýn. Við talaðum að hugsa út fyrir sílóin. Vonandi mun þetta breytast og ég einn af mörgum sem binda mikla vonir við Willum Þór Thorsson og vísa þá til mjög málefnalegra samskipta við hann sem formann fjárlaganefndar Alþingis. Kannski munum við á næstunni skoða stóraukna aðkomu ríkisins að fjármögnun NPA-þjónustu með sérstakri áherslu á að fjármagn fylgi hjúkrunarþörf þeirra sem fá NPA-þjónustu. Við getum auðvitað leyft okkur að vera bjartsýnni en ég í þessu erindi og sennilega reyni ég nú að vera það í framtíðinni. Ég held samt að við munum ekki á næstu árum endilega sjá grundvallarbreytingar í þá átt að það verði hlutverk sveitarfélaga að leysa vanda yngri hjúkrunarsjúklinga. Frekar ættum við að horfa til þess að skýrari stefna í málefnum þessa hóps verði til þess að sníða vankanta af þjónustu sem veittir í dag. Og ég vil að lokum náttúrulega bara taka undir margt af því sem hér hefur verið sagt í rauninni annmarkana á þjónustuna inni á heimilunum og að það sé mikilvægt að bæta úr þeim. Mörguleyti kemur mér á óvart
ég las rannsókn frá 2019, lokaverkefni í félagsráðgjöf, þar sem voru viðtöl við íbúa á hjúkrunarheimilum í þessum hópi sem við erum að ræða hér í dag. Ég eiginlega varð undrandi á því hvað þetta fólk var kannski lítið að kvarta, en auðvitað að benda á marga þeirra hluta sem hér hefur verið nefnt og ég held að sveitarfélögin geti alveg átt aðkomu að því að bæta þessa stöðu. Það hljótum við að vilja gera. En ég vil þakka Öryrkjabandalaginu fyrir þetta mjög svo þarfa málþing og þakka gott hljóð. Já, takk fyrir þetta, Guðjón. Nú ætlaði að flytja erindi hún Bergþóra Bergsdóttir, en hún forfallast og hefur falið aðstoðarkonu sinni að flytja erindið fyrir sig. Gjörðu svo vel, Alexandra Sif. Takk. Góðan dag. Að lesa hérna erindið hennar Bergþóru, og því miður getur hún ekki verið hér. Hún bað mig að lesa þetta fyrir sig. Og hér ætlum við að fjalla hvað það sem að fatlað fólk vill og vill ekki. Ég ætla hér að fjalla hvað það sem við viljum og viljum ekki hvað varðar búsetumál ungra hreyfihamlaðra einstaklinga og hvað ég tel eðlilegt að fari verði í að gera hér og nú. Einnig ætla ég að fara yfir þann réttindamissi sem fólk verður fyrir þegar það flytur á hjúkrunarheimili. Mér máli skylt, 5 vina minna hafa verið sendir á hjúkrunarheimili gegn vilja sínum, sá yngsti innan við fertugt. Það hefur ekki farið vel með neitt þeirra, hvorki andlega né líkamlega. Mér því fullkunnugt það úrræðaleysi sem ríkir í búsetumálum fatlaðs fólks með hreyfihömlun sem þurfa aðstoð við athafnir daglegs lífs og samfellda þjónustu sem tryggir öryggi þeirra. Fátt ef nokkuð í boði fyrir þennan hóp, annað en vist á hjúkrunarheimilum. Við flutning á hjúkrunarheimili missa þessir einstaklingar ýmiss konar réttindi sem fólk með fötlun afar nauðsynleg og slíkt ótækt enda hentar hefðbundin þjónusta hjúkrunarheimila almennt ekki fólki með fötlun. Ótrúlegt en satt þá eiga nú 144 einstaklingar yngri en 67 ára heimili sitt á hjúkrunarheimili. Til að setja fjöldan í samhengi má nefna að fjöldin jafnast á við íbúafjölda Droplaugarstaða og Sunnuhlíðar í Kópavogi. Meðalaldur íbúa hjúkrunarheimila nú 85 ár og meðal dvalartíminn 2,7 ár, samkvæmt tölum árið 2020. Við okkar fólki blasir við líf í áratugi innan veggja hjúkrunarheimila, þar sem sífellt þarf að kynnast nýjum nágrönnum og tengslamyndun því af skornum skammti. Hvað ekki í lagi? Ótækt að ungu frísku fólki sé nú plantað á hjúkrunarheimili með þeim réttindamissi og skerðingu lífsgæða sem fylgja. Fólk með hreyfihömlun ekki veikir einstaklingar sem leggja þarf inn á sjúkrastofnun, heldur þurfa þeir aðeins aðstoð við athafnir daglegs lífs og öryggi. Fólk með fötlun á að hafa val búsetu eins og aðrir, hvar það býr og með hverjum það býr. Það eru mannréttindi og það eru réttindi sem okkar fólk tryggð með lögum. Vitið þið að fólk sem býr í íbúðakjörnum, búsetukjörnum, leiguíbúðum eða eigin húsnæði heldur réttindum sínum sem sjúkratryggðir einstaklingar, en við flutning á hjúkrunarheimili missir það ýmiss konar réttindi. Skiptir þá engu hvort fólk ungt eða gamalt, hreyfihamlað eða skýrt í kollinum með áratugalíf framundan eða veikt fólk sem komið að lífslokum. Ástæðan að daggjöld sem ríkið greiðir til hjúkrunarheimila eiga að innibera alla þjónustu til heimilismanna og ríkið telur sér ekki skylt að greiða fyrir frekari þjónustu utan heimilis, fyrir til dæmis sjúkraþjálfun við hæfi.
En það stendur þó ekki í heilbrigðisyfirvöldum að greiða alltaf fjórfalt verð daggjalda í umönnunarkostnað á bráðadeildum Landspítala fyrir eldri borgara sem ekki komast á hjúkrunarheimili til að eyða þar síðustu árum ævi sinnar. Ég er hér með tölur frá 2019 en ég geri ekki ráð fyrir að hlutfallið hafi breyst. Í engu er tekið tillit til að umönnun fólks með fötlun er allt önnur en aldrara og þarfir þeirra yngri allt aðrar en þeirra eldri. Þarna er mikil hugsunarskekkja í kerfinu og vantar klárlega að taka af skarið og hugsa út fyrir kassan. Hvaða réttindi missir einstaklingur sem flyst á hjúkrunarheimili? Rétt til sjúkraþjálfunar utan heimilis sem öllum fötluðum er þó lífsnauðsynlegt ef ekki á að fara illa. Með núgildandi reglum bann við sjúkraþjálfun utan heimilis er verið að skapa vandamál til framtíðar og sjúkdómsvæða fólk sem ekki er veikt. Ég held að ráðamenn geri sér ekki grein fyrir mikilvægi þjálfunar og hreyfingar fólks sem ekki getur hreyft sig sjálft. Og ég tek það aftur fram að endurhæfing og þjálfun fatlara er allt annars eðlis en aldrara. Hreyfihamlaðir sitja oft í stólum sínum í alltaf 14 klukkustundir eða lengur í einu og síðan liggjandi hreyfingarlausir í rúmi þar sem eftir lifir sólarhrings. Ímyndið ykkur hvernig það er að sitja hreyfingarlaus í stól í 14 klukkustundir. Þið fáið ekki einu sinni að standa upp til að sækja ykkur kaffi eða fara á klósett og liggja síðan í 10 klukkustundir í rúminu án þess að geta velt ykkur og snúið. Sólarhringum saman, mánuðum saman, árum saman, fáið þið ekki að teygja úr ykkur eða fá hreyfingu á vöðvana. Ekki þægilegt tilhugsunar. Svoleiðis er ástatt fyrir vinkonu minni sem dvelur á hjúkrunarheimili. Hún fær teygjur 2 sinnum í viku í 20-30 mínútur auk þess sem hún fær að hjóla í hálftíma 1 sinni í viku. Og þá er nú eins gott að hún missi ekki af tímanum því þá þarf hún að bíða í viku eftir næsta tíma. Er þetta í lagi í nútíma samfélagi þegar annað er í boði? Ég segi nei. Sjálf þarf ég og fæ ýmiss konar æfingar, teygjur, tog og nudd daglega og væri ég ekki svona fungerandi án þess. Ég fæ sjúkraþjálfun 3 sinnum í viku og fer daglega í ýmis tæki til að halda í styrk og þol. En nýjar reglugerðarbreytingar hjálpartæki vekja þó svo sannarlega þá von í brjósti að nýjir tímar séu nú framundan og að réttsýni og sanngirni séu nú við völd. Með nýjum reglugerðum sem tóku í gildi 1. mars styrki vegna hjálpartækja fyrir íbúa hjúkrunarheimila greiða sjúkratryggingar nú fyrir ýmis hjálpartæki sem hjúkrunarheimili áttu áður að útvega og greiða fyrir. Ekki þarf nú heldur að skila flest öllum hjálpartækjum áður en farið er á hjúkrunarheimili eins og var áður. Fram til 1. mars síðastliðinn var nefnilega ekki alltaf mögulegt að fá hjálpartæki við hæfi, sérstaklega þegar dýrari tæki var að ræða, þar sem heimilin þurftu að kosta tækin sjálf og viðhald þeirra. Hafi þeir sem komu að málum mikla þökk fyrir. Þessi mikilvæga breyting sýnir að allt er hægt ef pólitískur vilji er fyrir hendi. Ekki er heimilt að sækja dagdvöl utan heimilis til að fá félagsskap og sérhæfða þjálfun. Dæmi dagdvöl er MS-setrið fyrir fólk með langvinna taugasjúkdóma, þar sem einstaklingur gæti haft gott og gaman af að hitta fólk í sömu stöðu 1 eða fleiri daga vikunar. Þó ég bæti daggjöldum vegna dagvistar stöku daga við sólarhringsgjöld hjúkrunarheimila er það ekki nema hluti af því sem sjúkratryggingar greiða fyrir aldraðan einstakling í biðstöðu á Landspítalanum. Og hér sem víðar í kerfinu glymur við computer says no. Sjúkratryggingar borga ekki fyrir einstaklingin utan hjúkrunarheimila, krónutalan skiptir ekki máli, heldur prinsipp kerfisins. Þarna er ekki verið að hugsa velferð einstaklingsins, heldur ræður þröngsýni stjórnsýslunnar ríkjum. Fólk hefur mun minni sjálfsákvörðunarrétt. Ekki er hægt að koma eða fara að vild eða ákveða sjálfur matar, sturtu, fótaferðir eða háttatíma sem dæmi. Fátt er sameiginlegt með þeim yngri og eldri á hjúkrunarheimilum.
Matarmenning, afþreying og umhverfi er miðað að þeim eldri. Sushi, pizza, hamborgarar sjást líklegast ekki á matseðli. Ímyndið ykkur ungan og já, eins og ég segi, heilbrigðan einstakling, sitja einan í hópi gamalmenna til að hlusta á og fylgjast til dæmis með söngskemmtun með gömlum lögum eða hvað annað er í boði fyrir gamla fólkið. Þetta passar ekki saman. Flenniljós í almannarými, hávaði í útvarpum og sjónvarpum, stofnanahúsgögn og svo mætti lengi telja. Ég held að flestir séu sammála mér að það verður alltaf stofnanabragur á hjúkrunarheimilum. Hversu mikið sem reyndir að gera þau lífleg. Og gleymið ekki, þetta eiga að vera heimili unga fólksins til áratuga. Svo má nefna iðjuþjálfun, sem yfirleitt fer fram í hópi. Gera má ráð fyrir að hún sé ekki sniðin á þörfum og áhugasviði þeirra yngri. Og hér er mikil hætta á félagslegri einangrun. Vinir og ættingjar veigra sér við að heimsækja unga fólkið á hjúkrunarheimilin. Dæmin sanna það. Sérstaklega er erfitt fyrir ung börn að heimsækja foreldri sitt á elliheimili. Ég segi hér elliheimili að ráðum hug til að leggja áherslu á mitt mál. Ímyndið ykkur aðstæðurnar. Það er algjörlega klárt í mínum huga að yngra fólk og eldra sem jafnvel er heilabilað á enga samleið félagslega á hjúkrunarheimilum. Að fá liðveislu utan heimilisins, til dæmis þegar einstaklingur vill dvelja á heimili sínu eða með fjölskyldu sinni og vinum, eða njóta ferðaþjónustu fatlara til að fara í heimsóknir og njóta afþreyingar, er algjörlega háð velvilja þess sveitarfélags sem að viðkomandi er með skráð lögheimili. Hjúkrunarheimilin veita ekki né borga fyrir þessa þjónustu. Þetta eykur enn frekar á hættu á félagslegri einangrun. Einstaklingurinn fær ekki heilbrigðisþjónustu að eigin vali og þörfum. Ákvörðunarréttur þörf á þjónustu er tekin af honum. Ég hef dæmi einstakling sem óskaði eftir að komast bæði til augnlæknis og húðsjúkdómalæknis þar sem læknir heimilisins samþykkti augnlækni en ekki húðsjúkdómalækni og við það satt. Út frá þessu velti ég því fyrir mér hvort heimilin taki ákvarðanir lyfjameðferðir út frá kostnaði, það er að ódýrasta meðferðin verði alltaf fyrir valinu, frekar en að ákvörðun sé tekin út frá læknisfræðilegum forsendum. Ég bara veit það ekki. Samkvæmt sjúkratryggingum er heimilum heimilt að setja fólk á ódýrara samheitalyf, en þó varla stætt á að breyta meðferð sem hafin er áður en fólk flyst á hjúkrunarheimili. Allar tekjur einstaklingsins renna til hjúkrunarheimilisins, nema hvað honum eru úthlutaðar 83.000 krónur á mánuði í vasapening, hafi viðkomandi ekki náð að safna í lífeyrissjóð, til dæmis sökum aldurs. Þeir sem hafa náð að safna einhverju fá eitthvað aðeins meira. Af vasapeningum þarf að greiða öll persónuleg útgjöld, sem sagt fyrir snyrtingu, afþreyingu, gjafir, mat til að fá tilbreytingu og hvað annað sem þarf. Margir eiga að auka áfram sitt annað heimili með fjölskyldu sinni sem þarf að létta undir með. En nú að búsetumálum. Þegar ungt fólk með fötlun er sett á hjúkrunarheimili, langt fyrir aldur fram, blasir við þeim hálfgerð einangrun í einu herbergi til æviloka. Líklegast til í áratugi. 90% hjúkrunarrýma eru undir 35 fermetra. Þar af eru 37% rýma undir 20 fermetra, samkvæmt tölum árið 2020. Í reglugerð húsnæðisúrræði fyrir fólk með fötlun er kveðið á 40 fermetra rými að lágmarki fyrir einstaklinginn auk viðbótarrýmis sem talið er nauðsynlegt vegna fötlunar hans. Flestir hreyfihamlaðir eru með ansi plássfrek hjálpartæki sem rúmast ekki í herbergi einu saman og þurfa að auka rými vegna aðhlynningar og þjónustu starfsmanna. Hvað viljum við ekki? Stofnanavæðingu. Slíkt á að heyra sögunni til í umönnun fólks með fötlun. Dæmin sýna okkur það. Sérstakt hjúkrunarheimili fyrir yngri íbúa. Sérstaka álmu á hjúkrunarheimili
fyrir yngri íbúa. En hvað viljum við? Að fólk með fötlun hafi raunverulegt val búsetu og þjónustu í samræmi við lög og sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Að fyrir fólk með hreyfihömlun sé í boði bæði íbúðakjarnar og félagslegar íbúðir með fullnægjandi heimastuðningi. Einnig að fólki sé gert kleift að búa áfram í eigin íbúðum með fullnægjandi heimastuðningi. Með heimastuðningi til dæmis átt við NPA, beingreiðslur, liðveislu og heimahjúkrun. Og nota bene, með búsetu utan hjúkrunarheimila heldur fólk öllum réttindum til jafns við aðra. Hvað þarf að breytast? Hugarfar þeirra ráða búsetumálum fólks með fötlun. Landspítali býr við fráflæðisvanda aldraðra einstaklinga á legudeildum þar sem hjúkrunarrými skortir. Hjúkrunarheimilin búa við vanda vegna yngri íbúa sem eiga enga samleið með þeim eldri, ásamt því að þeir þurfa oft á tíðum mun meiri þjónustu en gert ráð fyrir í fjármögnun heimilanna. Að mínu mati væri hægt að leysa þennan tvíþætta vanda með flutningi yngri íbúa hjúkrunarheimila í viðeigandi búsetuúrræði. Hvað þarf að gera strax? Að heimila yngri íbúum hjúkrunarheimila að halda fyrir réttindum sínum utan heimilis eins og til dæmis sjúkraþjálfun og eða sækja sér dagdvöl við hæfi. Að yngri íbúum hjúkrunarheimila sé gert mögulegt að sækja félagslega íbúð eða búsetu í íbúðakjarna í því sveitarfélagi sem það bjó seinast eða annars staðar til jafns við aðra umsækjendur. Að yngri íbúum hjúkrunarheimila sé gert mögulegt að sækja NPA eða aðra heimaþjónustu í því sveitarfélagi þar sem það bjó seinast eða annars staðar til jafns við aðra umsækjendur þrátt fyrir að eiga lögheimili á hjúkrunarheimili. Að umsækjendum sé gefinn kostur á að búa áfram á hjúkrunarheimili eftir samþykkt umsóknar þar til húsnæði tryggt og eftir atvikum starfsfólk. Að hefja strax skipulagningu og uppbyggingu á fjölbreyttum húsnæðiskosti og íbúðakjörnum fyrir fólk með fötlun, þar sem tekið verður tillit til plássfrekra hjálpartækja og mismunandi þjónustuþarfa. Að fólk með fötlun sé heimilt að sækja félagslega íbúð í því sveitarfélagi þar sem það kýs að búa til jafns við aðra, óháð því í hvaða sveitarfélagi það hefur lögheimili. Að sveitarfélög hafi til útleigu tiltekið hlutfall íbúða sem henta fólki með fötlun. Að lokum bið ég ykkur að íhuga vel það sem ég hef farið hér yfir. Ekki síst ráðamenn heilbrigðismála ríkis og sveitarfélaga. Kröfurnar eru ekki ósanngjarnar. Í mínum huga eru peningar til framkvæmdar til staðar. Það þarf bara að sækja þá þar sem þeir eru og nota hjá þeim sem þurfa. Einfalt bókhald hinna hagsýnu húsmóður sem nýtir peningana þar sem þeirra mest þörf. Ég ekki að mæla með því að flytja 144 einstaklinga sem nú eru á hjúkrunarheimili hreppaflutningum hér og nú. Nei. Fyrir suma gæti hjúkrunarheimili jafnvel hentað. En fyrst og síðast snýst baráttan mín sem þetta erindi mitt endurspeglar að fólk með fötlun fái alltaf að hafa raunverulegt val búsetu með hverjum það býr og hvar. Að það hafi síðasta orðið. Það eru mannréttindi og ekki síst þeirra réttindi samkvæmt lögum sem opinberum aðilum ber að virða. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Alexandra. Að flytja þetta erindi Bergþóru. Svolítið synd að hún hafi ekki getað verið með okkur í dag af því hún hefur átt mjög mikilvægan þátt í að koma þessu máli sem við erum að ræða hérna á dagskrá. Þannig að ég held að fundurinn bara beri henni góða kveðju. Næst það Eiríkur Smith, hann fötlunarfræðingur og réttindagæslumaður fatlaðra og hann ætlar að fjalla málefni dagsins út frá þjóðréttarlegum mannréttindaskuldbindingum. Takk fyrir. Takk fyrir að
gefa okkur tækifæri, það sé okkur í réttindagæslunni til að koma með innlegg í þetta mikilvæga málefni. Og líka þakka Margréti fyrir einstaklega gott innlegg og það er svo mikilvægt að þessi rödd komið fram og eins Bergþóra og hjá sem þetta erindi sem Alexander var að flytja á, einstaklega gott og svona rímar við svo margt það sem við erum að eiga við og díla við og eins líka fagna ég ákveðnu erindi eða svona innleggi hjá ráðherra áðan sem að bergmála líka við það sem að við erum að tala fyrir þannig að og vonandi eru bara áform að halda á því. Ég mun lesa á eftir af glærum og það bara aðgengis svona mál að lesa af glærum þannig að þið bara bear with me með það. Réttindagæslan hefur á starfstíma sínum fengið á borð til sín nokkur mál sem varða málsmeðferð og ákvarðanir langvarandi eða varanlega vistun fatlaðs fólks á hjúkrunarheimilum og nú bara síðast fyrir viku síðan var það mál á mínu borði og annarra. Það sem flytja átti fatlaðan einstakling inn á hjúkrunarheimili án samráðs, án vitundar eða vilja hans. Og það meira sig af íbúðarkjarna. Og sama skapi þá hefur vistun fatlaðs fólks á hjúkrunarheimilum ratað á borð réttindavaktar ráðuneytisins, þannig að það er náttúrulega vitneskja þar málið. Og það sem einkennir flest þessi mál er að þau eru í upphafi til enda illa unnin. Að gefnu tilliti til stjórnsýsluréttar og málsmeðferðarkafla laga. Flutningurinn og vistin reynist einstaklingunum líka þungbær og það er ekki, ákvörðunin hefur sjaldnast ábótasamar afleiðingar. Og í tilvikum þá jafnvel líta fyrir hrörnun og við höfum alveg dæmi það að það er leitt til ótímabærs andláts. Og það sem kannski sárast er hvað það fer lítið fyrir því að ákvarðanirnar og rökstuðningurinn fyrir þeim séu reistar á faglegum sjónarmiðum og viðurkenningu, vernd og tryggingu fyrir réttindum fólks. Og það sem virðist reka málin áfram eða tefja þau er yfirleitt neyð, fjárhagsleg sjónarmið, svo einhvers konar svona lagaklækir. Og það virðist vera sem að ráðgjafar og sérfræðingar séu settir í aðþrengda stöðu til að geta unnið mál á þann hátt að þau séu byggð á faglegum sjónarmiðum og þeir geti afgreitt þau til fullnustu í samræmi við markmið laga við alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar og með því að hafa réttindi fatlaðs fólks að leiðarljósi. Og ég segi þetta vegna þess að vistun fatlaðs fólks á hjúkrunarheimilum stríðir í grundvallaratriðum gegn réttindum fatlaðs fólks. Alþjóðlegri stefnumótun undangengina 50-60 ára í þessum málaflokki, lögum og stöðu þekkingar. Hvert það sem þekkir til lagalegu og fræðilegrar undirstöðu stefnu afstofnunarvæðingu sem farið ítarlega yfir í námi til að mynda félagsráðgjafa, þroskaþjálfa, í fötlunarfræðum og í víða innan félagsvísinda. Hann ætti að vita, eða þeir ætti að vita hvað hún gengur út á og af hverju langvarandi og varanleg vistun fatlaðs fólks á hjúkrunarheimilum er ósamrýmanleg henni. Þannig að ég tel að í þessum málum birtist ekki aðeins valdaleysi fatlaðs fólks gagnvart einbýlískri pólitík, eins og við köllum það, heldur ekki síður valdaleysi þeirra fagaðala sem einnig ætla að tala fyrir faglegum sjónarmiðum og réttindum fatlaðs fólks innan stjórnsýslunnar. Það er einhvern veginn blátt áfram óraunverulegt oft á tíðum að vera öðrum þræði að aðstoða fólk við að gera upp vistun þess á altækum stofnunum eins og Arnarholti og fleiri öldrunarstofnunum og heyra stefnumótendur tala fyrir mikilvægi þess að skoða söguna og læra af henni og vera svo í hinum þræðinum eiga við stjórnvald í dag sambærilega stofnanavistun fatlaðs fólks inn á hjúkrunarheimilum. Ég hef engar forsendur til að ræða hvort aðbúnaðurinn eða meðferðin hafi breyst. Ég bara gef mér það, vonandi. Þótt við séum vissulega enn að rekast á slæman aðbúnað í dag og verulega beitingu nauðungar og einhverjum tilvikum vanrækslu. En það eru formgerðirnar sem eru óbreyttar, strúktúrinn sem skilgreinar stofnunarinnar, viðhorfin, læknisfræðilegi skilningurinn, á fötlun þar að segja,
réttindaskerðingin, félagslega aðgreiningin og smættunin á manngildi fólks og persónu þess sem varanlegra sjúklinga sem óbreytt. En byrjum þá að fara aðeins yfir það hvað stofnun og af hverju hjúkrunarheimili falla undir alþjóðlega stefnumótun afstofnunarvæðingu að hafðri hliðsjón til fatlaðs fólks eða ungs fatlaðs fólks. Hér sjáum við á glærunni skilgreiningu alþjóðlega heilbrigðisstofnunar, það að segja úr skýrslu sem kom 2012 og ber nafnið World Report on Disability. Þar stofnun skilgreind sem hver sá staður hvar fatlað fólk, aldrað fólk og eða börn vistað saman og aðskilið frá fjölskyldu sinni og sjálfgefið að því njóti ekki fulls frelsis, löghæfis og sjálfsákvörðunar réttar. Því næst það sem kallast Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-Based Care. Þetta svo skilgreining sem Evrópusambandið vinnur eftir og samtök eins og ENIL sem samtök sem vinna með afstofnunarvæðingu og eins Fundamental Rights Agency innan Evrópusambandsins notast við og þar stofnun skilgreind sem staður þar sem fólk aðskilið frá öðrum og eða gert að búa saman. Það nýtur ekki fullnægjandi stjórnar á eigin lífi og ákvörðunum eigin hag. Sá stakkur sem stofnunum sniðinn látinn ganga fyrir einstaklingsbundnum réttindum og þörfum íbúa. Förum svo yfir í almenna athugasemd. Stýri ég sem sagt ekki í glærunum, er það valið? Ok, ég að fatta það núna. Förum þá yfir í almenna athugasemd nefndar Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks með áður nefndri 19. grein samningsins sem fjallar sjálfstætt líf og vera inngildur í samfélaginu. Þetta sótt úr grein 16c í athugasemdunum og fjallar það sem kallast á ensku Independent Living Arrangements, það sem útlistað hvað fellur ekki undir slíka búsetu. Og þetta ekki tæmandi listi, en atriði sem sagðir einkenna stofnanir að það fólk þvingað til að deila aðstoðarfólki með öðrum og hefur litla stjórn á því hver aðstoðar, hvenær, hvar og hvernig. Það einangrun og aðgreining frá samfélaginu og varðandi einangrun þá til að mynda það að sem svo gott dæmi sem Bergþóra var að nefna að þangað fer fólk, eða það sé að þangað atriði flutt inn félagslegt líf sem að það bara umbera harmoníku tónlist eða annað slíkt og meðan náttúrulega ef þú býr fyrir utan stofnunina þá hefur meiri tækifæri til að njóta þess sem að þú hefur sjálfur áhuga á og vilt sækja. Í staðinn þess að umbera þannig að þá hluti sem færðir inn á heimilið. Þetta líka skertur sjálfsákvörðunarréttur, skert stjórn yfir því með hverjum þú deilir búsetu og þá athöfnum. Það vinnuskipulag og rútínur starfsfólks eða stofnunina sem gengur fyrir. Það hópastarf og ýmist á skipulagt eða undir stjórn annarra heldur en þín sjálfs. Það forræðishyggja við þjónustu veitinguna og það sem að rannsóknir sýna aukna líkur á nauðung, vanrækslu og ofbeldi. Við förum þá yfir í næstu glæru. Hér á landi þá tvenns konar stofnanir sem að falla undir þessa lýsingu á stofnunum. Við getum nefnt á þriðju sem ekki beint stofnun en samt sem að, það stór hluti fatlaðs fólks sem líka finnur sig innan fangelsis, það að segja innan réttarvörslukerfisins og það einfaldlega vegna þess að það ekki notið félagslegra verndar eða félagslegs stuðnings gegnum lífsleiðina og ratar inn í þetta umhverfi og ég kannski skora á að við öryrkjabandalega halda einhvern tímann erindi akkurat þennan hóp. En að gefnu tilliti til þess sem við erum að fara að tala hér að þá þessar tvenns konar stofnanir, það sé að sjúkrastofnanir sem falla undir lög málefni aldraðra, nr. 125/99,
Það að segja hjúkrunarheimili, sem þá altækar stofnanir í grunninn, reknar á daggjöldum, þar sem að greiðsluþátttaka fatlaðs fólks mikil og það fær bara eins og Bergþóra talaði áðan vasapening. Þar veruleg skerðing á borgaralegum réttindum, á ferðafrelsi, á friðhelgi, á til að mynda eignarrétti, þetta bara sem dæmi. Það auk þess veruleg skerðing á félagslegum réttindum, á félagslegri vernd, það að segja á að fá að njóta lífeyris, á atvinnu eða hæfingu eða menntun, á það að fá að njóta félags- og menningarlífs og að samaskapi eins og staðan í dag veruleg skerðing á réttinda vernd og eftirliti. Síðan höfum það sem að fellur undir lög 38/2018, það að segja lög þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, sem þessi sértæka búseta. Sértæk búseta stofnun samkvæmt skilgreiningu þessara alþjóðlega stofnana, en samt sem áður öðrum hnútum bundin að því leyti að það falla undir félagsþjónustu, eða sem lög sem falla undir félagsþjónustu og sem gefur þá fólki aukin réttindi. Þetta eru þá meira sundurlega stofnanir, það að segja að fólk býr á einu stað, sækir atvinnu eða hæfingu á öðrum stað og annað slíkt. Það eru reknar á opinberu fé, það eru endurgjaldslausar þjónustan þar, þannig að fólk oftast aðeins að borga leigu. Það minni skerðing á borgaralegum réttindum og minni skerðing á félagslegum réttindum og aukin réttindavernd. Og ég ætla ekki að tala á móti því að fatlað fólk búi inn á sértækari búsetu, af því ég heyri að það líka ósk fatlaðs fólks að þessi valmöguleiki sé til staðar, en bara þess að við séum samt sem áður með það hreinu að þetta eru líka stofnanir samkvæmt skilgreiningu þessara alþjóðlegu stofnana. En ef við förum þá yfir í næstu glæru, þannig að alþjóðlegar skuldbindingar afstofnanavæðingu, stefnur og aðgerðir til afstofnanavæðingar eiga ekki að snúast þessa 3 punkta sem ég ætla að núna. Það ekki að snúast að búa til minni og heimilislegri stofnanir. Það ekki að snúast það að búa til betri stofnanir innan gæsalappa með meiri þjónustu og minni skerðingum. Það snúast heldur ekki það að reyna að taka stofnanabraginn úr stofnuninni. Þetta ekki spurning hvenær stofnun hættir að vera stofnun og verður heimili. Þetta ekki spurning aðbúnað og meðferð, heldur einmitt formgerðinnar og strúktúrin sem hannaður í kringum þessar stofnanir. Hérna get ég líka bara nefnt það hvað í gangi annars staðar varðandi stefnumótun. Biden hefur núna búið til og lagt til það sem hann kallar Build Back Better, þar að segja að hann leggur til $150 milljarðar í það að vinna að leggja til afstofnanavæðingu með því að flytja þjónustuna meir inn í heimili fólks. Og hann óttast það sjálfur að það dugi ekki eins og til. Þannig að kannski segja ykkur til hvað þarf mikið fjármagn til þess að breyta hlutunum í þá vegu sem að alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar leggja til. En hvað þýðir þá afstofnanavæðing? Hún þýðir það að skapa fólki fullnægjandi heildstæð skilyrði til að geta búið á eigin heimili og notið allra þeirra réttinda og frelsi sem tilgreind eru í alþjóðlegum mannréttindasamningum án greinamunnar af þeirri ástæðu að það sé fatlað. Og þetta þýðir aðgengi að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu sem gerir ekki kröfur á að fólk þurfi að flytja á stofnun til að njóta þjónustunar. Hún gerir ráð fyrir einstaklingsmiðuð og einstaklingsbundinni aðstoð sem ekki aðeins að grunnþörfum heldur að fólk fái notið grundvallar frelsis og réttinda til jafns við aðra. Hún þýðir frelsi undan ólaunaðri vinnu aðstandanda og einnig að einhver tilvikum launaðri vinnu aðstandanda. Það bara að fá að vera aðstandendur. Hún gerir ráð fyrir húsnæðisstefnu sem inngildir fatlað fólk, bæði sem eigendur og leigjendur. Hún gerir ráð fyrir fullnægjandi félagslegri vernd undan fátækt sem gerir ráð fyrir aukakostnaði sem slýst til vegna fötlunar. Hún gerir ráð fyrir markvissri upplýsingaöflun til undirstöðu stefnu og framkvæmdum. Hún gerir ráð fyrir skilvirkri áætlanagerð og framkvæmd og öflugra eftirliti. Og þessum þáttum hefur því miður verið bara ábótavant hjá okkur. Ef við förum í næstu glæru, þá
þá fjöllum samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og ensku skammstöfunin CRPD. Þar í formála segir að stjórnvöld viðurkenni að allt fólk eigi rétt til allra þeirra réttinda og frelsis sem að finna alþjóðlegum mannréttindasamningum án greinarmunar af nokkru tagi. Þessi mannréttinda skuldbindingar eru líka að finna bæði í félagsþjónustulögum og lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Í markmiðsgrein laga nr. 41/1991 sem eru félagsþjónustulögin segir við framkvæmd laga þessara skal framfylgt þeim alþjóðlegum skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Í markmiðsgrein laga nr. 38/2018 þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir segir það sama við framkvæmd laga þessara skal framfylgt þeim alþjóðlegum skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Nákvæmlega eins. Og vegna þess að það oft verið að föndra í kringum hugtakið fötlun, þá hef ég líka til þarna það sem segir í annarri grein samnings Sameinuðu þjóðanna, þar sé að skilgreiningu hverjir teljast til fatlaðs fólks, að til fatlaðs fólks teljast meðal annars þau sem eru með langvarandi líkamlega, andlega eða vitsmunalega skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss konar hindrunum sem geta komið í veg fyrir fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra. Og það þessi seinni hluti sem líka svo mikilvægt, það þessi félagslegi skilningur á fötlun, að við getum ekki aðeins skilgreint fatlað fólk út frá skerðingum og öðru slíku, heldur út frá þeirri mismunum sem það verður fyrir að geta ekki fengið að njóta samfélagsþátttöku til jafns við aðra. Og þar fáið það ekki notið hennar til jafns við aðra, þá það fatlað. Og þá vinna á því að það skuldbindingar eiga miðast að því að vinna á þeirri mismunum. Þannig að þú getur verið fatlaður einstaklingur og sjúklingur á sama tíma, þú ert ekki bara annarkvort eða. Það ekkert sem skilgreinir þig umfram annað og fatlað fólk á að njóta almennar réttinda til heilbrigðisþjónustu til jafns við aðra. Ef við förum síðan næstu glæru, eins og sér alþjóðasamningur Sameinuðu réttindi fatlaðs fólks, hann var fullgiltur á Alþingi í september 2016, af Alþingi í september 2016 og við það féll athafnaskylda á stjórnvöldum það að innleiða samninginn og þá þessar tvenns konar skyldur sem að falla á stjórnvöld, það segja neikvæða skyldur til að aðhæfast ekkert á þann hátt að það brjóti á fólki og mismuni því, þar undir fellur verndgerð, mismunun, óvillallri og illi meðferð, brotum á réttindum og frelsi, aðgreining og svo framvegis. Þetta þýðir til dæmis að hluta athafnaskyldunar sem dæmi að vista ekki fatlað fólk á stofnun og stuðla ekki að því sem að, og ég notast þannig við orðalag sem að sjálfur eftirlitsaðili Sameinuðu þjóðanna með réttindi fatlaðs fólks notar sjálfur og það borgaralegur dauði sem þá hvers konar vistun sem leiðir til skerðingar á borgaralegum réttindum og réttindum svona kannski yfir höfuð líka þessum félagslega réttindum. Það sem fellur líka, það skyldur sem falla líka á stjórnvöld eru jákvæðar skyldur þá til að aðhæfast á þann hátt sem það tryggir réttindin, frelsið og inngildingu fatlaðs fólks. Og ef við nefnum einhver dæmi þar að þá til að mynda að tryggja öllu fólki aðgengi að fullnægjandi félagslegri vernd, nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu þannig að það þurfi ekki að flytja inn á stofnun til þess að njóta hennar, hæfingu, viðeigandi húsnæði og aðstoð. Það þarna sem kannski okkur skorti verulega á að reyna að tryggja þessar jákvæðu skyldur sem falla á stjórnvöld að fólk fái notið þessar réttinda til jafns við aðra. Ef við lítum til dómaframkvæmdar, alþjóðlega dómaframkvæmdar og þar miðast ég við bandarískan úrskurð einna helst sem kallast og mjög þekktur og kallast Olmsted ákvörðunin, niðurstaða, þessi dómsmál sem var í Bandaríkjunum og byggist á mismununarlögum þar frá 1999 og þar koma fram þar vistun á stofnun skilgreind sem mismunun
og félagslega aðgreining. Og það tilgreindir 3 þættir sem að þar að lútandi. Og langvarandi varanleg vistun fatlaðs fólks á hjúkrun telst mismunun og félagslega aðgreining nema ef sýnt fram á þessa 3 þætti. A. Að ótvírætt og óþvingað upplýst samþykki viðkomandi liggi fyrir á öllum stigum málsmeðferðarinnar að hann kjósi að vera ekki inngildur, að hann kjósi sjálfur að búa enn á stofnun, kjósi að vera ekki inngildur, njóta ekki fullra réttinda og búa á eigin aðgengilega heimili með fullnægjandi aðstoð. Hann þarf það vilja búa á hjúkrunarheimili þarf að vera byggt á upplýstu samþykki. Hann þarf að fá að vita þann réttindamissi og þá réttindaskerðingu sem hlýst af á því að búa inn á stofnuninni og hann þarf að samþykja hana. Meðvitaður líka hvað felst í því að búa ekki inn á stofnun. Í öðru lagi að fyrir liggi álit sérhæfðs læknis að viðkomandi einstaklingur geti með engu móti verið inngildur á eigin heimili eða í sértækri búsetu og þurfi nauðsynlega á sjúkravist og meðferð á altækri sjúkrastofnun að halda. Og þarna skortur og úrræðum dugir ekki þarna. Það að því að jákvæðar skyldunar sem falla á stjórnvöld þýðir það að þau vera búið til annað val. Og í þriðja lagi að vistin sé ekki í ósamræmi við annars vegar þá inngildandi þjónustu eða aðstoð sem stjórnvöldum skylt að veita og hins vegar þá þjónustu eða aðstoð sem annað fólk með sömu skerðingu nýtur. Þannig að þetta þýðir það sem við köllum viðeigandi að sé til staðar í samfélaginu önnur þjónusta til að mynda íbúðakjarnar, MPA eða annars slíkt sem á einstaklingur stendur til boða sem viðeigandi fyrir fólk í sömu stöðu með sömu skerðingu, þá telst það mismunun ef einstaklingurinn ekki boðið það var. Þarna snýr þetta líka því sem kallast löghæfi sem fellur á 12. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Og við tókum eftir því að til að mynda þegar Margrét var að lýsa frá sinni reynslu í byrjun árs 2020 þegar teknar voru ákvarðanir á hennar aðkomu að þá það brot á löghæfi hennar. Það segja að það ekki verið að virða það en eins og hún sem persóna fyrir lögum kom ekki að málsmeðferðinni. Og það þarf að tryggja það að þegar fólk fer inn á hjúkrunarheimili að það sé á allan tíman þátttakendur í þeirri ákvörðun. Í því felst viðurkenning á því að fólk séu persónur fyrir lögum óháð skerðingu og það njóti bæði rétthæfis og gerhæfis í því ferli. Það þýðir að það hafi sjálft og fá að njóta upplýsingaréttar, aðgengi að upplýsingum, aðgengi að því hvað felst í því að fara inn á hjúkrunarheimili og þessi gætt að fólk sé ekki þvingað eða blekkt í því skyni. Og í því felst líka viðurkenning á hæfi til að reyna á málsmeðferð hjá til að mynda sveitarfélögum og tryggingu fyrir stuðningi því að eins og við sáum hjá Margréti að þá eru brotalamir á því að umsóknir og málsmeðferð sé í samræmi við lög. Og þá líka rétt á því að njóta stuðnings við þá málsmeðferð til að mynda frá okkur í réttindagæslunni. Og í þessu efni þá ætla ég að ljúka því að vísa í álit frá umboðsmanni Alþingis, þetta álit númer 9897/2018, var birt 21. febrúar 2020 og mál sem meðal annars ég fór með til umboðsmanns vegna einstakling sem var þvingaður til að fara inn á hjúkrunarheimili og vildi komast þaðan út. Og í áliti umboðsmanns þá kannski tekur hann fyrir það sem við erum búin að vera að tala hér, að ákvörðun dvöl á hjúkrunarheimili hefur verulega áhrif á líf og réttindi fólks og því mikilvægt að tryggja réttaröryggi hlutaðeigandi í ferlinu og að mál þeirra séu lögð í réttan farveg. Og að áliti umboðsmanns í þessu máli bent á að ákvörðun dvöl á hjúkrunarheimili hafi til dæmis áhrif á greiðslur, réttindi og þjónustu viðkomandi
og geti auk þess takmarkað persónufrelsi, athafnafrelsi og friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu með ýmsum hætti. Og í ljósi atvika málsins benti umboðsmaður á að skráning upplýsinga og varðveisla þeirra atvik máls hafi haft grundvallar þýðingu fyrir framhald þess, bæði til að með skýrum hætti lægi fyrir hvort viðkomandi hefði óskað eftir slíkri ráðstöfun og einnig hvaða upplýsingar hann hafi fengið og þar með samþykkt. Og á þessu verulegur misbrestur, þar að segja á málsmeðferð mála sem að leiða til þess og til ákvörðunar það að fólk vistist inn á hjúkrunarheimili. Þannig að það, við segjum bara út frá okkar reynslu sem réttindagæslumenn að það hvergi virt að löghæfi einstaklingsins í því ferli og hann aldrei upplýstur þá miklu réttindaskerðingu sem að hlýst af vistuninni. Þannig að sem samt sem áður ámælisvert í kjölfar þess að alls þess sem hann missir. Þarna verður vera bragabót á og þarna beindi umboðsmaður líka tilmælum til hlutaðeigandi, það segja til tveggja ráðherra, ráðuneyta og til sveitarfélaga bragabót þar á, en við erum ekki ennþá orðið þess að áskynja að það hafi gerst. Takk fyrir. Heilbrigðisráðuneytinu, hún með okkur á Zoom, ekki? Já. Hanna velkomna. Sjáum hana fyrir þú byrjar það. Jú, þarna. Já, hér Heiða Björg Hilmisdóttir, hún formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar. Viðar Eggertsson frá Landssambandi eldri borgara og Vilhjálmur Hjálmarsson, formaður málefnahóps ÖBÍ heilbrigðismál sem stendur fyrir þessum fundi hér í dag. Takk fyrir að vera með okkur og þú kannski bara byrja á því að spyrja hana Heiðu Björgu svona hvað það helst sem svona hún eftir fyrir sér eftir daginn og tekur frá sér af þessum fundi og hvað getum við lært af þessum erindum sem við höfum líkt á í dag? Heiða. Já, takk fyrir það. Kannski bara byrja á að þakka Ríkisbandalaginu. Takk fyrir það. Þessi munnur. Þessi munnurinn bara, ég sá enga munn fyrir ég setti gleraugun sko. Enga mun á munn. Nei, enga munn á munn, já. Kannski fá að byrja bara að þakka Öryrkjabandalaginu fyrir að halda þennan fund. Ég var ég formaður velferðarráðs í Reykjavík og við höfum auðvitað mikinn áhuga á því að standa okkur vel í að þjónusta fólk. En ég var líka í mínu fyrra lífi varaformaður MS-félagsins, þannig við Margrét kynntust þar þegar hún var að koma inn og veikjast fyrst og Bergþóra líka mikil vinkona mín og ef ég á að segja eitthvað eitt sem ég tæki með mér frá þessu fundi þá það yfirleitt það sem að Bergþóra segir rétt sko. Það hægt að treysta öllu sem hún segir og reiknar út og hún og ég held að við getum að mörgu leyti treyst sko því að við getum vel breytt kerfinu, við getum vel mætt þjónustu þörfum fólks betur. Það þarf ekki endilega alltaf að kosta meira, en það ekki nóg að ráðuneyti tali saman og ræði saman hvernig hægt að gera betur. Þannig að sveitarfélögin verða að vera við borðið. Það heldur ekki nóg að ríkið samþykki lög og alþjóðlega reglugerðir og réttindi og samninga ef að því fylgir ekki fjármagn og fylgir ekki einhvern veginn tækja tól til þess að innleiða það og það ekki neins virði. Þannig ég held að við þurfum einhvern veginn að standa saman í því að við séum með fjármagn og fólk í öllum sveitarfélögum allt land sem getur þjónustað. Þá ég ekki endilega bara að tala þetta, ég líka bara að tala bara almenna stuðningsþjónustu, það sem þið kallið hér liðveislu, NPA og bara hvaða þjónusta sem það Sveitarfélögin veitu að þetta ekki heilbrigðisþjónusta nema bara á grundvelli samninga, en við höfum verið mjög jákvæð fyrir því í Reykjavíkurborg. Við höfum viljað gera samninga, við höfum gert samninga heimahjúkrun, við höfum gert samninga sérstök teymum þar sem að læknar koma, við erum með sérstaka deild fyrir fólk sem í öndunarvél á hjúkrunarheimili sem við rekum, þar sem að fólk óska eftir því frekar heldur en að vera
spítala. Við erum tilbúin, sveitarfélögin eru almennt mjög tilbúin til samstarfs, en til þess þurfum við að sitja við borðið og taka þátt í samtalinu. Þannig að ég held að við séum bara hjartanlega til í það. Einmitt. Vilhjálmur, langar að spyrja þig svona, hvað sýnist þér eftir daginn, hvar liggur vandinn helst, hvar liggur ábyrgðin á þessari stöðu að það séu 144 einstaklingar undir 67 ára, allt niður í 25 ára aldur á hjúkrunarheimilum í raun gegn vilja sínum? Stórt í spurt, já. Leyfum við að byrja á að bæta við að ég er formaður heilbrigðishópsins í ÖBÍ. Við stöndum þessum málþingi ásamt hópi húsnæðismál. Ég sjálfur sér sitt hér við pallborði vegna forfalla Maríu Pétursdóttur. En það ekkert vera. Það að segja, ég óska hennar náttúrulega góðs bata. Hvar liggur ábyrgðin? Sko, ég held að ábyrgðin sé þetta stór. Það sem að blasir við manni náttúrulega samningur Sameinuðu þjóðanna og réttindi fatlaðs fólks og það að hann skuli ekki ennþá vera lögfestur, held ég að sé. Eða innleiddur yfir höfuð almennilega. Og það verið að brjóta mannréttindi og reyndar örugglega fullt af öðrum lögum og reglugerðum. Ég ekki betur. Ég sé náttúrulega þessa blessuðu gjá enn og aftur. Hér í þessum sal var þetta sem hann kallaði helvítisgjá, milli ráðuneyta, milli stofnana, milli ríkis og sveitarfélaga, það að segja málefni sem detta svona ekstra á milli. Ég heyri líka að það sko þekking og skilningur hérna innan allra hópa hvað þurfi mögulega að laga. Þetta mjög gott innlegg frá honum hérna Guðjóni. Semst út frá sambandi Íslenska sveitarfélaga og svo náttúrulega samantekt Eiríks lagalega til maður eiginlega sjokkar það bara. Hversu skýrt þetta ábyrgðin hlýtur að liggja hjá pólitíkusum, hjá ríkinu, hjá sveitarfélögunum. Það greinilega skortir og það þarf að koma upp almennilegu samráði, samtali milli þessar aðila, milli að sjálfsögðu einstaklingarnir sjálfir að vera með í samtali, jafnvel þeirra sko nánustu því að það skiptir máli líka og aðrir aðilar eins og kom fram í máli Maríu Fjólu sko þjónustuveitendurnir, þeir hafa ákveðna skoðun og segja það bara hygglust að þetta ekki í lagi og þannig að ekki tala við okkur eða aðra. Þannig að það þarf samráðið, það þarf fjármagn, það alveg á hreinu. Og mögulega eins og hefur bent á allavega í tvígang, kannski fjármagnið þarna sko, það bara verið að eyða því á rangan máta. Allir þessar aldraðir sem bíða á spítulum eftir að komast inn af því það ekki laus pláss á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða. En þriðji punkturinn þarna náttúrulega, hann bara mjög einfaldur. Þetta snýst pólitíska vilja. Ef hann fyrir hendi, þá þetta að koma upp þessu samtali, þetta að finna þetta fjármagn og okkur ber skylda til þess, okkur öllum, að ganga rétt í þessi mál. Þannig erum við að brjóta mjög alvarlega á einstaklingum mannréttindi. Við erum að taka frá þeim sko sjálfsögðu réttindi til sjálfstæðs lífs og það ekki bara sko þegar komið inn á hjúkrunarheimili eða ef við fáum betri útfærslu á því, ég heldur líka bara hvað gerist á undan. Maður eiginlega sjokkur eða sko eftir lýsingu Margrétar Sigríðar eða ekki, á forsögunni. Ég ætla ekki að skamma sko Kópavogsbæ einan og sér vegna þess að þetta ekkit einleiki sko. Hvar brotalega myndi liggja víða. Og þar kemur einmitt samantekt Eiríks mjög sterk inn vegna þess að þarna og ábendingar sem var með, þarna bara margar brotalamir sem eigi ekki að vera til í þessu samfélagi sem við viljum búa í árið 2022. Þannig að pólitísku vilji, hann þarf að vera til staðar og það liggur kannski í matinn. Akkurat. Viðar Eggertsson, þú hefur lýst þér sem verðandi eldri borgara. Þú ert orðið það núna til að mikið með það. Jæja. Þó ég sé ágætur í framsögn þá ætla ég samt að beita tækninni líka því ég að fara landið og miðin með þessu streymi. Akkurat. En ég sem sagt orðin eldri borgari, ég var í þjálfun og nú ég orðin atvinnumaður í því að vera eldri borgari og vinn við að vera eldri borgari líka. Þannig að ég fulltrúi Landssambands eldri borgara hér. Þetta málþing, ég vil byrja bara á því að þakka Öryrkjabandalaginu fyrir þetta ómótstæðilega, sterka og magnaða og þarfa málþing sem ég hefur verið í dag.
Þetta hefur verið svakalega erfitt að sitja hér og hlusta á reynslusögur sem við fengið hérna, bæði frá þeim Maríu og henni Bergþóru. Þetta hefur einstakt og fá síðan svona þennan, ef að segja að þetta hafi verið svona hinn huglæga tilfinningalega frásögn á svo hinn hlutlæga frá svona þessum sem að vinna í málunum á vegum sveitarfélaga og réttindagæslu fatlaðs fólks. Þegar þetta kemur allt saman og af því að ég ágætlega að mér í dramatískri byggingu, þá var þetta alveg fullkomlega sett saman. Þetta fullkomlega áhrifaríkt og setur mann raun og veru hljóðan. Það svo margt líka sem hefur snertifleti við stöðu aldraðs fólks, en þetta að setja fólk í þá stöðu að vera eins og háaldraður einstaklingur sem raun og veru búin að missa alla möguleika til sjálfsbjargar og til jafnvel til þess að hafa stjórn á eigin lífi, að setja unga manneskju í þá stöðu eitthvað það hræðilegasta sem til Við lítum svo á að aldrað fólk sé ekki komið þarna inn fyrir en raun og veru að það hefur, nánast að segja það komið að lífslokum eins og Þuríður Harpa sagði hér í upphafi, það komið að lífslokum vegna aldurs. Og við höfum barist fyrir því einmitt hinnum ýmsu búsetuformum fyrir fólk fram að því að það haldi félagslegum og borgaralegum réttindum. Fram að því eins og kom ágætlega í máli hér í Smith áðan, þar sem var að fjalla samning Sameinuðu þjóðanna, þar sem kom inn á akkurat þessa mikilvægu hluti sem varðar ekki síður eldri borgara líka og okkur öll, að við eigum ekki að missa borgaraleg réttindi eða félagsréttindi við það eitt að við þurfum af einhverjum ástæðum á meiri þjónustu að halda heldur en aðrir. Þetta að halda reisninni hluti af því að halda raun og veru lífsneistanum lifandi og verða fullgildur þegn í samfélaginu að fá réttin á því að vera manneskja. Manneskja sem fær að ráða sínu lífi, sem fær að ráða hverja hún umgengst og fær að ráða með hverju hún deilir sínum bara daglegu þörfum. Þannig að þarna leggjast við áratnar, bæði þó við höfum oft talað fyrir því að fara að skilja að þessar tvo málaflokka, þeir eru stundum alltaf mikið samkrúlaðir eins og kemur líka stíft fram hér í dag að ungt fólk á ekki heima á hjúkrunarstofnunum með mjög gömlu fólki. Og það svo margt líka í löggjöfinni sem á ekki heldur saman. Við myndum vilja fá þessar löggjöfir sem varða fatlaða og hins vegar eldri borgara aðgreindar því að það svo margt sem stílur líka að. Og ég held að það sé veikleiki löggjöfarinnar að vera alltaf að steypa þessu saman. Þannig að það þýðir einhvern veginn sjálfsagt að því að löggjöfin svo sama að það sé virkilega hægt að tala í sömu andrá fatlað fólk og eldri borgara. Þetta eru tveir ólíkir hópar að mörgu leyti eins og að við gerum ráð fyrir að fólk sem inn á hjúkrunarstofnanir að það sé þar í stuttan tíma enda það reynsla með eldra fólk en að yngri fatlaður einstaklingur geti átt von á því að búa í 10 áratugum saman eins og fangi inn í hlutskipti aldraðra að vera gerður að eldri borgara áratugum fyrir tíman. Það eru þetta óásættanlegt en þessi búsetuúrræði sem að þarf bæði fyrir eldra fólk og fyrir fatlaða eru mjög mikilvæg að við förum að líta á hjúkrunarheimilin raun og veru bara þá sem eru á lokamissum ævi sinnar og eru þess vegna þurfa sólarhringsþjónustu vegna aldurs. Og einhvern veginn finnst mér alltaf eitt orð verða einkennandi fyrir þennan hugsunargang. Því að ég ætla aðeins að draga ykkur á því að segja ykkur hvaða orð það en þetta orð sem tengist í að núna eru á spítulum á
jafnvel á göngum spítala eru eldri borgarar sem eru veikir og þurfa að komast inn á hjúkrunarheimili. Að það ekki pláss fyrir þá verða þeir þarna eftir og það einmitt svo stofnanavæðingalegt orð sem notað það. Fráflæðisvandi. Það eitthvað það orð sem mér finnst það ljótasta sem til í íslenskri tungu manneskjur. Við höfum reynt að kenna stjórnvöldum að nota þá frekar útskriftarvandi, að vera að útskrifa fólk af spítulum, en það ekki hægt að útskrifa það neitt vegna það ekki til pláss fyrir það sem það á heima, þar sem að fer vel það, þar sem að borið virðing fyrir því sem manneskjum. Þetta ekki svona eins og einhver framleiðsla í verksmiðju þar sem að þarf að fara á færibandi eitthvað við getum kallað fráflæði. Þetta eru manneskjur sem þurfa að skipta búsetu. Fyrst og fremst. Þetta svona fyrsta sem kemur upp í huga minn. Einmitt, það var sitt hvað. Ég þurfti ekki einu svona að bera upp spurningu til því. Við ætlum að fá spurningar úr sal eftir smá stund, en Elsa B. Friðfinnsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu, við erum aldeilis ekki búin að gleyma þér sko. Nú kannum kannski bara að spyrja þessar margir hljóta velta fyrir sér bara hvað til ráða, hvernig hægt að leysa úr þessu sem best og spyrja þig svona þá bara hvað til ráða svona á ríkisstiginu, hvað má ætla að það sé einhverjar svona lagabreytingar í farvatninu, einhverjar svona augljósar lausnir á þessu, hvað til ráða og hvernig þetta, hvernig getur stjórnarráðið, hvernig geta ráðuneytin beitt sér? Takk. Já, komið sæl. Ég vil bara byrja að segja, mér þykir miður að geta ekki verið með ykkur á staðnum, en COVID-smiti vill ekki alveg sleppa mér hendinni strax. Og ég vil líka bara þakka fyrir þessi sérstaklega yfirgripsmiklu og sterku erindi. Ég tek undir það sem aðrir hafa sagt hér á undan mér að það ekki oft sem að svona erindin ganga, vil ykkur við að segja, eins nærri manni eins og þessi erindi hafa gert. Sko ef ég vissi fundarstjóri hvað við ættum að gera næst, þá væri við örugglega búin að því, en hér hefur verið tæft á mjög mörgum atriðum sem að mér finnast mikilvæg. Hér var nefnt til dæmis að nefndi Vilhjálmur að það þyrfti nú pólitískan vilja kannski fyrst og fremst og ég held að þið hafi nú kannski heyrt á ráðherranum okkar að sá pólitíski vilji fyrir hendi og hann nefndi mitt að það væri búið að skipa svona lítinn starfshóp á milli ráðuneyta og ég hef fengið fregnir af því að það hafi verið og heyrði Guðjóni áðan og honum finnst það kannski vera dálítið sérkennilegt og ég gerir ráð fyrir því að ráðherra endurskoði skipun þess hóps og jafnvel umboð á allra næstu dögum. Mér fannst mjög áhugavert það sem að Eiríkur sagði, margt af því sem hann sagði, en þetta með að breyta stofnunum, af því að það hefur kannski verið svona ákallið inn í heilbrigðisráðuneyti að koma upp sérstökum einingum eða deildum inn á hjúkrunarheimilum fyrir ungt fatlað fólk sem að hefur flutt þangað. Og það sannarlega hefur verið til skoðunar og einmitt þetta sem að Bergþóra nefndi að gera ráð fyrir stærra rými, gera ekki ráð fyrir 28 fermetra herbyrgi eins og nú í viðmiðunarreglum varðandi almenn hjúkrunarrými, heldur að horfa þá frekar til 40 fermetrana og eins líka að aðgengið að þeirra rýmum sé þá annað, þannig að börn og aðstandendur þurfi ekki að ganga í gegnum ganga þar sem sitja gamalt fólk í svona mismunandi ástandi skulum við segja. Þannig að við höfum verið að skoða þennan möguleika en mér fannst svo áhugavert það sem Eiríkur sagði að það að hafa sér einingu, það að breyta stofnanabrag breytir ekki stofnun í heimili. Og mér finnst það eiginlega að vera upphaf og endir alls að við erum að tala ungt fólk sem fatlað, en eins og Bergþóra sagði, það ekki veikt,
þá ekki að sjúkdómsvæða eða gera hreyfihamlaða sjúklingum. Þannig að ég velti fyrir mér, ég held að við þurfum ekki bara að vinna í því að skilgreina eða eyða gráu svæðunum, þá sérstaklega með tilliti til hver borgar hvað, eins og formaðurinn nefndi hér kom inn á í sínu upphafsræðu, að því hér hefur líka á þessu málþingi komið svolítið í ljós þessi ólíka sýn stjórnsýslustiga og samtaka og einstaklinga á bara hugtakanotkun. Hér hefur verið notað hugtakið yngri hjúkrunarsjúklingar þá fötluðu einstaklinga sem nú þegar hafa vistast á hjúkrunarheimilum. Þannig að það sannarlega þá búið að sjúkdómsvæða eða gera þá veika. Þannig ég held að við þurfum að í raun og veru fara í samtal dálítið mikið í grunninn og þá kannski fyrst og fremst á þeim grundvelli sem að Eiríkur lýsti svo vel hér. Hver réttindi fólks sem að verður að takast á við einhverjar þær áskoranir sem að við köllum fatlanir og hvernig mætum við þeim þannig að fólk haldi bara sínu sjálfstæði og sinni reisn. Og ég þarf að fullyrða að það fullur pólitískur vilji núverandi ráðherra til þess að taka á þessu máli og eins og ég segi, ég gerir ráð fyrir því að þessi starfshópur sem þegar búið að setja af stað á milli ráðuneytanna, honum verði breytt og fleiri teknir inn í hann og nálgunin öðruvísi, ekki hvað síst í framhaldi af þessu góða málþingi sem að hér hefur verið í dag. Takk fyrir þetta, kærlega Elsa. Já, Vilhjálmur, nú talað um að það sé pólitískur vilji fyrir hendi en snýst ekki allt svolítið á endanum peninga og fjármögnun. Hvað sýnist þér með það? Forgangsröðun. Pólitískur vilji ekki bara í orðum, heldur þarf hann að komast í framkvæmd. Þannig að það þarf að ganga lengra þetta. Það er fínt að það komin þarna eitthvað smá undirbúningsvinna í ráðuneytinu en greinilega þarf að stækka samráðið og taka inn, einstaklingina taka inn fulltrúa þeirra eins og BI eða okkar undirfélög. Maður eins og Guðjón hjá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga var með heilmikið innlegg þarna og náttúrulega fulltrúi rekstraraðila í velferðarsviðinu. Komum þessu það bara hratt í gang. Það sem mér finnst eins og að standa upp annars vegar sagði Guðjón, ég held að það hafi verið lagabreyting fyrir 2011 sem gerði að verkum að það var leyfilegt að setja yngra fólk inn á hjúkrunarheimili og það hafi bara allir því að nýta þetta á þess að hugsa meira út í framkvæmdina og hins vegar talaði Eiríkur hjúkrunar, þar ég að reyna að opna síma minn aftur, sjúkrastofnanir annars vegar og sértæk úrræði hins vegar. Mér finnst bara blasa við að hér hafi menn verið ítrekað að ýta einstaklingum inn í það sem heitir sjúkrastofnanir ranglega. Jú, sumir þurfa þess, annarkvort þá í sér einingum sem eru sérhæfðar fyrir þennan fatlaða hóp sem undir 67 ára og allt það. En mjög stór hluti af þessu kannski frekar heima í þessum sértæku úrræðum, bæði með því að gera hann kleift að vera heima eins og lengur, eða búa til einhvers konar úrræði sem falla ekki undir sjúkrastofnanir. Það sem að þið halda þessu réttindum eins og Eiríkur lýsti. Þar liggja áherslurnar og mér finnst bara alþingismenn eiga náttúrulega bara að byrja á því á morgun að fullgilda samninginn Sameinuðu þjóðanna. Bara koma því og klára það verk. Þannig að þegar lög eru brotin á einstaklingi, þá sé hægt í dómum að vísa til þess að þetta eigi að vera svona ekki hins veginn. Núna eru dómarar að fara fram með þessu. Og byrjum bara þar og koma svo þessu samtali í gang. Pólitísku viljinn verður að vera meira heldur en bara að segja að við viljum breyta þessu. Ég veit að það er þekking til að gera þetta og heiða, eins og að segja, þið eru alveg til að koma að þessu. Þekkingin sem að Guðjón lýsti þarna og eins og ég talaði þarna með ýmsa aðra aðila, þetta er allt þarna. Komum þessu saman vegna þess að við erum að framkvæma, þetta eru alvarleg mannréttindabrot sem eiga sér stað og það á að grípa mjög hratt inn í þetta og þó það taki kannski tíma að byggja húsnæði eða eitthvað svoleiðis. Komum þessu, látum við snjóbolta byrja að rúlla. Það er nóg snjór hérna fyrir þetta. Já, einmitt.
Heiða Björg, nú erum við að tala pólitískan vilja og forgangsröðun fjármuna og svoleiðis. Það kom fram í erindi Guðjóns frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga hér áðan að í rauninni hefði vantað 8 milljarða inn í rekstur þjónustu við fatlað fólk bara í fyrra og að hallareksturinn geti orðið enn meiri á þessu ári. Hvað þýðir þetta fyrir svona stórt sveitarfélag eins og Reykjavíkurborg? Alltaf svona svolítið verið að einhvern veginn færa verkefni yfir á sveitarstjórnarstigið án þess að fjármagn fylgi almennilega? Þetta dæmi það? Já, takk fyrir góða spurningu. Guðjón sagði réttilega að það vantaði 8 milljarða inn í þjónustuna. Það vantar miklu meira. Það sem við erum að tala með þess að 8 milljarðar það eru þeir milljarðar sem að sveitarfélögin í rauninni borga umfram það sem þau fá. En til þess að þau væru að gera þjónustunni skil með þeim sóma og hafa ekki biðlista og láta fólk ekki bíða eftir sjálfsagðri þjónustu, þá þyrftum við meira. Þannig í rauninni eru 8 milljarðarnir bara það sem að sveitarfélögin að borga af því að þau vilja sýna að þau standi með fötluðu fólki og vilji standa við þjónustuna þó að við séum í þessu leiðilega karpi alltaf fjármagn. En mér langaði svolítið að koma inn á hvað getum við gert núna? Af því að það ótrúlega leiðilegt líka að vera stjórnmálamaður og sitja og tala samstarf og samtal ríkis og sveitarfélaga og allt þetta. Það sem við getum gert núna, samkvæmt nýjustu tölum sem ég fékk núna, þá eru 166 einstaklingar voru í janúar inn á hjúkrunarheimili. Þar af 61 sem eru hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þetta er greiðlega eitthvað sem er vaxandi og við erum að setja fleira fólk í þessa stöðu. Og það sem ég held að ríkið gæti gert strax væri í rauninni bara að leyfa þessu fólki að vera fjárráða, hætta að taka af þeim öll fjárráð, að leyfa þeim að sækja sjúkraþjálfun, dagdvöl og þann stuðning sem þau þurfa út í samfélagi þó þau búið þarna á meðan samtali á sér stað. Sveitarfélögin gæti opnað fyrir liðveislu og akstursþjónustu, það ætti ekki að vera flókið. Það er ekki þetta eru íbúar í sveitarfélögunum, við getum gert það og síðan getum við þá farið að horfa á það að búa til einhver teymi, að byggja húsnæði fyrir þá sem það vilja eða þróa teymi eins og við höfum verið að gera í heimahjúkrun og fengið inn alls konar lækna og það er eitthvað sem að heilbrigðisþjónustan og félagsþjónustan geta gert og það tekur lengri tíma. En ég held að við þurfum ekki, ef það er pólitísku vilji, þá er vegur. Og ég sé ekki að það ætti að vera svo flókið endilega að bara breyta reglugerðinni þannig að þeir ungu einstaklingar sem að hafa, eftir því sem að okkur heyrist hér, kannski sumir jafnvel flutt inn á hjúkrunarheimili án þess að vilja það. Að þeir haldi bara sínum réttindum og þetta er bara þeirra heimili en þeir eru áfram sjálfráða og hafa þau mannréttindi sem að fólk hefur. Svo getum við bara velt fyrir okkur, er það sanngjarnt að eldra fólk hafi það ekki? Þetta er einföld breyting á reglugerð sem þú ert að Já, í rauninni. Við getum alveg breytt þessu. Ef það er vilji, þá er vegur. Og að bera þetta aðeins undir Elsu Friðfinnsdóttur í heilbrigðisráðuneytinu. Heiða nefndi. Já, ég get alveg tekið undir með Heiða. Þetta er þetta allt saman mannanna verk sem að er bara spurningin að breyta með reglugerð eða með lagabreytingum. Mér langar samt aðeins að vekja máls á einni hlið þessa máls og það er að mesta fjölgunin og stærsti hópurinn innan þessa hóp sem við erum að tala frá 18 til 67 ára er fólk eldri en 60 og þar hefur fjölgunin inn á hjúkrunarheimilum verið mest á síðustu árum, síðustu bara 3-4 árum og við höfum svona aðeins velt fyrir okkur í ráðuneytinu hvort að það sé að einhverju leyti líka að endurspegla bara vandann á húsnæðismarkaði hér á höfuðborgarsvæðinu að fólk sem að býr við aðstæður sem að leyfa ekki hjálpartæki eða býr upp á efri hæðum í húsum þar sem ekki er lyfta að fólk hafi ekki svigrúm að fara í húsnæði sem hentar þá betur heldur flytjist þess vegna inn á hjúkrunarheimili. Þannig ég held að við þurfum að skoða í raun og veru og greina bara dálítið vel í raun og veru ástæður þess að einstaklingarnir fóru inn á hjúkrunarheimili. Hvað var það sem stóð í veginum fyrir því að þessir einstaklingar gætu búið á eigin heimili eða fengið heimili sem að hentaði þeim.
Þannig ég held að við myndum læra svolítið af því að kafa ofan í það hvað var til þessa og vinna okkur út frá því. Einmitt, takk fyrir þetta. Nú ætlum við að taka við örfáum spurningum úr sal. Ætlum að fara með hérna mikrofóninn. Ég ætla að biðja fólk að kynna sig, bera upp spurningu og segja hver það er hér við pallborðið sem það vill helst að svari spurningunni. Einhverja spurning? Já, Þuríður, Harpa. Má ég kannski skjóta inn, ég ætla bara að taka undir með henni hérna, Elsu. Sko, það er kannski lykilatriði að hjálpa fólki að vera lengur heima hjá sér, styðja það við NPA og aðra lausnir, þannig að það fari seinna inn í þessu úrræði. Ég held að það sé stór þáttur í þessu sem geti bara hjálpa til að breyta þessu hratt. Það var ég að bæta við að það fyrir náttúrulega enginn inn á hjúkrunarheimili nema hann hafi mikla hjúkrunarþörf og það er hlutverk ríkisins að sjá hana og sveitarfélögin í rauninni, það flytur enginn 60 inn á hjúkrunarheimili af því að hann fær ekki íbúð einhvers staðar. Og það er í rauninni fleiri utan á landi sem hafa flytt inn á hjúkrunarheimili. Það er hjúkrunarþörfin sem þarf að leysa og ef sveitarfélögin eiga að sjá hana þá þarf að gera það samning. Þuríður, Harpa. Já, ég ætlaði bara að benda á og kannski spyrja í leiðinni, ég veit ekki hvort að þetta lítur að vera samstarfsverkefni, allavega stjórnvalda, að það er leið að fólki er neitað þjónustu, það er fólk sem býr heima, það fær ekki á þjónustu sem það þarf. Það var leggst svo umönnun á aðstandendur eins og hér hefur berlega komið fram og það er það sem við erum að sjá inn í Öryrkjabandalaginu. Það er að fjölskylda, hún tekur mjög ríkan þátt í umönnun ástvinar inn á heimili og það að sveitarfélög svari bara einfaldlega maka eða börnum að þau geti bara séð sinn aðstandenda. Það er náttúrulega algjörlega útópískt. Af því leið erum við að velta ákveðna ábyrgð og aukin ábyrgð yfir aðstandendur sem að á endanum við erum að sjá að gefast upp. Við erum að sjá þetta með foreldra fatlaðra barna, við erum að sjá þetta með maka fatlaðra sem eiga fatlaða maka. Að við erum að eins og staðan er núna, það er ekki verið að laga neitt, það er að vera að framleiða öryrkja. Bæði börn, fatlaðra einstaklinga eða sjúklinga og makar sem að lenda í þeirri stöðu að hreinlega bara brenna upp. Þannig að ég bara velti fyrir mér hvernig á að laga þetta. Þetta er bara dálítið stór og mikill þáttur, það er bara hvernig á að mæta fjölskyldu sem er í þessari aðstöðu að ástvinur slasast eða veikist eða fæðist fatlaður. Einmitt. Viljið þið bregðast við þessu? Viðar, vilt þú bregðast við þessu eða Heiða? Ég held að það sé nú réttara að Heiða svarið þessu mér langar samt svona bara að því það er svo gaman að fá orðið. Að við erum komin líka inn á húsnæðismál og það er húsnæðisvöndun eða það er bara út allt land, ekki bara hér, ég vil nú leiðrétta Elsu með það er ekki bara höfuðborgarsvæðinu, það er út allt land. En það sem þar er mjög nauðsynlegt að gera núna varðandi þessi húsnæðismál, því að við erum að kalla eftir bæði fyrir eldra fólk og líka fyrir fatlaða, að það séu til húsnæði sem hentar þeim í ákveðinni og þægilegri nálægð við þá þjónustu sem þau þurfa á að halda. Það sé þeirra eigið heimili, hvort sem það er leiguhúsnæði, eignarhúsnæði eða hvað sem er. En við hjá eldri borgurum höfum verið að skora á sveitarfélög að gera ráð fyrir í skipulagi fyrir slíku húsnæði og við höfum kallað þetta eins og fleiri gera, það er svona sem kallum lífsgæðakjarna. Það er að segja að það sé gert ráð fyrir uppbyggingu á húsnæði fyrir eldra fólk og þá auðvitað fyrir fatlaða líka sem er hentugt þeim en er sérstaklega útbúið fyrir þau, þarf ekki
að vera heimilið þeirra gamla, það getur verið að fólki hendi betur að flytja inn í nýtt heimili sem þeirra eigið heimili en í námunda við alla þá þjónustu sem það þarf. Það sé líka auðvelt að koma til þeirra þegar þau geta búið áfram í sínu eigin heimili að fá þjónustu. Það er þægilegra fyrir sveitafélagið að geta þjónusta fólki sem að býr fjölmargt á svipuðu svæði. Þetta þarf að vera svæði líka sem auðvelt í aðgengi, bæði fyrir gamalt fólk og fatlaða, það sé á þannig lóð að fólk geti farið svæðið eða á annað borð hefur til þess tæki eða tól. En þetta er mjög mikilvægt að sé inn í skipulaginu. Inn í skipulagi og þetta þurfa öll sveitarfélög að fara að huga að. Já, ef ég má bregðast við þá finnst mér þetta alveg ótrúlega mikilvæga punktur sem að Þuríður kemur hérna inn á. Og það er mjög erfitt fyrir okkur sem erum aðstandendur einhvers með fötlun að ræðum það sem byrði. Af því við viljum það ekki. Við viljum ekki auðvitað bara þetta fólki sem við elskum og auðvitað viljum við standa með þeim og ég get alveg ímyndað mér að í viðtali hjá sveitafélagi þar sem að þú færð þessar fréttir að þú kannski sem aðstandandi í rauninni segir ekki hversu þungt það er fyrir þig. Og við hefum séð að fjölskyldur bresta og hjónabönd gera það mjög oft og það er ekkert sem að samfélag á að sætta sig við. Það er auðvitað algjörlega óþolandi að maður haldi ekki mannréttindum sínum sem einstaklingur þó maður sé giftur eða eigi maka eða mömmu eða að því fólk hefur líka verið að flytja heim til mæðra sinna og til að fá umönnum þar og ýmislegt sem að sveitarfélögin getur svo sannarlega gert betur og þetta er eitthvað sem að ég var lengi í svona Evrópusamstarfi fyrir MS-félagi hér og þar var þetta mikið rætt, opinskátt og mikilvægi þess að fólk fengi líka oft bara hvíld og frí og bæði þá sá sem er með fötlunina og sá sem og makinn. Þannig að fólk þurfi ekki einhvern veginn líka bara alltaf að vera saman og svo fatlaði þurfi að treysta á makann sinn með allt saman. Ég held að þarna erum við bara rétt að byrja að horfa á. Við höfum aðeins náði gegn núna í Reykjavík með svona að koma með meira stuðningum til fjölskyldna sem að einstaklingur er komið með Alzheimer, svona yngra fólk. Ég held að stuðningur almennt við fjölskyldur sé eitt af því sem að sveitarfélögin þurfa að gera betur og við þurfum að fá einhvern veginn áheyrn á það í samfélaginu og þetta sé líka mikilvæg hluti þess að innleiða samningin, að fólk bara fái sín heildrænu mannréttindi. En núna erum við alltaf einhvern veginn að forgangsraða og gera það sem er allra mikilvægast. Það verður svo margt út undan sem er líka ótrúlega mikilvægt. Takk fyrir þetta. Ég ætla að skjóta hérna inn litlum fróðleiksmóla. Í skýrslu Eurostat frá 2019 kemur fram að 8,9% Íslendinga sinni óvinnufærum ættingjum, annaðhvort öryrkjum eða öldruðum. Til samanburðar er Evrópu meðaltalið, takk eftir þessu, 4% og innan við 3% á öllum hinum Norðurlöndunum. Það er 8,9% á Íslandi. Þetta er auðvitað óbáðlegt. Það má taka eina aðra spurningu úr sal. Já, takk, ég heiti Ester og gaman að vera hérna í dag. Margrét er meistari minn. Ég lærði hjá henni hársnyrtingu á sínum tíma og við eigum ennþá sterk bönd, þau slitna aldrei. En ég er líka öryrki og var það fyrir allmörgum árum. Og það eru það byrð 5 ár síðan að ég var í hlutastarfi eins lengi og ég krassaði í 30% hlutastarfi, krakkar. Ég gat ekki meir. Hvað greip mig? Ekki neitt. Ég á rétt á því að fá sálfræðihjálp. En af því að ég er með meira en 220.000 á mánuði, sem eru viðmiðunarmörk í Kópavogsbæ, allavega hana, að þá er ég ekki rétt á mig. Kannski að ég fái lán. Ég bý á efstu hæð blokk með engri lyftu. Ég fór í mjög stóra aðgerð í september. Þar á undan var ég búin að vera krónískur, með langvinna taugaverki í fætur
vegna veikleika í baki. Ég beið, hálft ár er hægt að sitja á COVID, en það er 1,5 ár. Ég beið að fá spengingu á baki. Lífið mitt er miklu betra. Ég bý ennþá á efstu hæð í blokk, get varla borið upp innkaupsbókana mína. Það eru 2 ár síðan ég sótti um flutning. Ég er með ítrekun frá lækni. Ég þurfti að vera á sjúkrahóteli í tæpa 3 vikur af því ég gat ekki verið heima. Ekki það, ég gat fengið heima hjúkrun. Ég gat ekki gengið upp, ég gat ekki gengið niður. Og ég líka nýlega búin að missa móður mína, ekki nema verða ár síðan. Hún bjó allt og lengi heima hjá systur minni, allt og lengi. Hún fór í hvíldarinnlögn á Hrafnistu, hérna upp á Laugarási. Og helgar er ekkert hægt að segja þessi mikið af fagfólki að vinna. Meira krakkar í afleysingum. Allt í lagi með þá. Ef þeir geyma símana inn í skáp á meðan þeir vinna. Set ekki síman þegar fylgjast með heila biluðu fólki. Mamma var með Alzheimer. Þar að leiðandi tókst henni að því að það var ekki lokudeild. Það var opin lokudeild með heila biluðu fólki að rampa út. Hún gekk alla leið hérna niður á Klessveg 2. Ég var að koma í heimsókn og fann hann ekki. Það var ekki búið að athuga hana í 2,5 klukkutíma að verða 3 þegar ég hringt frá bráðamóttökunni. Það var hann búin að brjóta á sér öxlina. Hún fór aldrei heim eftir það. Hún var marga mánuði á sjúkrahúsi af því það var ekki hægt að hjálpa henni heima. Svo náttúrulega gátum við ekki heimsótt hana vegna COVID líka. Hún fór á Vífilsstaði og svo Hrafnistu hérna umfram. Yndislegu staður, dásamlegur. En hann er ekki fyrir fólk okkar aldrei eins og mín og Möggu. Ég get ekki, það sem ég veit hvað hann hefur gengið í gegnum, ekkert okkar myndi vilja þurfa að gangi í gegnum þetta. Og ég skil ekki, það er alveg sama hvort það sé eldri borgarar, fatlaðir. Þið sjáu ekkert á mér að ég sé mér fötluð. Ég glími líka ýmislegt þarna. En bara guðna bænum notiði common sense. Skera niður í þennan málaflokk. Hvað er að? Það er bara eitthvað mikið að. Og ég myndi vilja gjarnan heyra. Og líka þurfi ekki að búa við fátæknar. Eins og ég sagði við tannlækninn minn. Þegar hann var að spyrja hvenær ég greiddi meira. Að því að ég fékk kókinni axli í munnin. Ég misti allir tennur. Ég þarf enn að borga 500.000. Ég fekk ekki styrk. Ég fekk lán hjá félagsmálastofu. Svona er þetta allt. Alls staðarleggis. Takk fyrir þessa frásögn. Er einhver spurning sem vilt þú bregðast aðeins við þessu? Vilhjálmur? Þetta er auðvitað veruleiki allt og margra. Sem ekki er í lagi. Þarna náttúrulega bara skein í gegn það sem Þuríður sagði og fleiri. Það er náttúrulega að grípa fyrir inn í. Við erum alltaf að bregðast við og sveitarfélagið er að draga veita þjónustuna eins og Margrét listi og svo er það eitthvað þarna að þá koma þörf á okkur meiru. Fá ekki sálfræði þjónustuna, ok, akkur þá ekki bara
innleiða niðurgreiðslu og sálfræðiþjónustu almennt sem var samþykkt á Alþingi 2020. Sko, við eigum náttúrulega í þessum þjónustukerfum sem við höfum, við eigum að vera forvirk í því að segja við fólk, hér eru úrræði, þú hefur rétt á þessu. Fyrirfram. Ekki að bíða og láta einstaklingana þurfa að vera að sko heimta þetta, leita þessu, biðjum þetta, vera í stöðu eins og hérna lýst þegar annars sko, þú vilt ekki með þinn maka eða þitt barn sko viðurkenna það að sé, hvað sagður aðan? Man ekki orðað bara, það er sama og þú sagði sko, þessi skömm sem er þarna, sérstaklega kannski hjá mökunum og hérna aðstandundunum, hjálpa fólkinu fyrirfram, hjálpa fólkinu fyrirnættilega og þá munum við sko seinka því að fólk þurfa að fara inn á hvort sem það eru fatlaðir undir 67 ára sem að eiga ekkert heima sjúkrastofnun heldur einhvers konar skaraúrræði eða reynilega fólki sem á heima þarna eins og mamma en hefur náttúrulega fyrir löngu síðan átt að fá þarna inni. Hjálpum þessum hlutum að gerast fyrr eða seinka því eins og með fatlaða einstaklinga þar sem þeir fá að njóta sín lengur. Það er það sem skiptir máli. Það eru mannréttindin að fá að lifa lífinu eins og hver annar. Elsa, nú náttúrulega horfið þú á þessi mál úr heilbrigðisráðuneytinu. Sýnist þér svona út frá þeim svona fjárlaga römmum eða ríkisfjármála römmum sem er unnið með fyrir næstu ár að það verði mikið svigrúm til þess að einmitt bæta þjónustu og hérna leysa úr þessum vanda sem við höfum verið að tala um hérna í dag? Já, auðvitað er það náttúrulega þú og þínir kollegar sem að ákveða fjárlögin á Alþingi en ég held að auðvitað er þetta alltaf bara spurningin forgangsröðun þess fjármagn sem til og ég held að við getum nú sko sem ein af ríkustu þjóðum heims þrátt fyrir ýmis áföll að þá sé nú svona alltaf verð ég nú bara að segja sem einstaklingur út í bæ að þá svona takmark hvað er hægt að skýra skort á þjónustu með hérna fjárvöndun. Þetta er auðvitað bara spurningin hvar við viljum setja það fé sem er í okkar sameiginlega sjóði og þetta er sannarlega málaflokkur sem að ég tel að þurfi að vera hátt á forgangslista stjórnvalda. En við langar, ef ég má, aðeins að koma inn á það sem að Þuríður nefndi varðandi sko umönnunarbyrði aðstandenda, að því við höfum verið að eins og sem ykkar kannski þekkið vinna talsvert í stefnumótun í málefnum aldraðra og síðast í gær lagði nú heilbrigðisráðherra þingsályktunartillögu fram á Alþingi þar að lútandi og til stendur að skipa sérstaka verkefnastjórn í breiðu samráði sem er núna bara á allra næstu dögum verður gert. En í samráðsgátt og í umsögnum sem að komu varðandi það var svolítið kallað eftir umönnunarbótum til handa aðstandendum sem að semst er að sinna þá í því tilfelli öldruðum einstaklingum, ættingjum sínum. Ég held að þetta sé flötur sem við þurfum að skoða því að mér heyrist kannski tónninn hér vera frekar sá að eins og einhver orðaði það að Bergþóra held ég að það ætti að leyfa bara aðstandendum að vera aðstandendur en ekki annarkvort launalausir eða launaðir umönnunaraðilar. Þannig ég held að þetta sé bara mjög stór þáttur, ég tek undir með Þuríði, ég held að þetta sé gríðarlega stór þáttur í allir okkar þjónustu hvaða kröfur við erum að gera til aðstandendana í þessari stöðu. Og svo alveg kannski bara í lokin að þá langar mig að nefna það sem að Margrét kom svo vel inn á þetta að til viðbótar við það að vera að takast á við hvað ég segja verra og verra heilsufar og minnkað sjálfsbjargargetu að þurfa þá að vera slást við kerfið og sækja og fara frá einum stað til annars að leita eftir þjónustu, að þá held ég að skipti mjög miklu máli að heilbrigðiskerfið, ég veit að það er í félagslega kerfinu en við í heilbrigðiskerfinu höfum líka þetta kerfi að hafa þjónustustjóra eða málstjóra eða hvað við köllum það sem að einmitt grípur fólk mjög snemma.
ekki þar til allt komið í óefni að grípa inn í, heldur grípur fólk strax við greiningu og svona með svona þeirra mál svolítið í sinni hendi og getur þá leiðbeint og leitt fólk í gegnum kerfið vegna þess eðlilega þekkir bara fólk ekki kerfið og veit ekki einu sinni oft á tíðum hver réttindi þeirra eru eða hvers það getur krafist. Þannig að ég held að það sé stórt atriði sem við gætum einmitt gert með mjög skammum fyrirvara að koma því á. Þannig að ég tek undir það sem hér hefur komið fram að við getum gert eitt og annað með mjög skjótum hætti og án þess að það kosti mjög mikið. Nú fyrir að síga á seinni hlutan, Viðar og Heiða, viljið þið bregðast við einhverju bara svona örsnögt, eitthvað svona að lokum? Já, kannski bara mér fannst það góður punktur sem kom hér fram áðan að það er fátt sem grípur fólk sem fer á örorku. Það er lítið sem fólk upplifir að það er þetta stuðningsnet sem maður einhvern veginn treystir alltaf á að sé þarna til staðar, velferðarkerfi okkar. Og mörgu leyti held ég að með því að setja svona mikla umönnunarbyrði, það er svo leiðilegt að nota orðið byrði, af því það er það sem maður vill alls ekki viðurkenna að ástvinni manns séu einhver byrði, en með að setja hana á ættingja svona sem eru auðvitað oft líka konur, það eru við auðvitað líka að framleiða að vissu leyti öryrkja í þessu landi. Og svo höldum við þeim við fátæktarmörk og látum það fara og biðja ölmusur hér og þar, biðjum mat þarna og biðjum sálfræðiþjónustu annars staðar og biðjum eitthvað. Og þetta er auðvitað algjörlega gali kerfi sem við erum búin að búa til hérna í Íslandi og ég held að við hljótum öll að vilja að breyta því. Viðar, örsnögt? Ég átti einu sinni góða minn sem var mentor minn þegar ég var í námi. Ég Þorgeir Þorgeirsson, muni kannski eftir honum, kvikmyndagerðarmaður og rithöfundur og þýðandi. Mér finnst það sorglegt að ég skulle hugsa til hans núna og þeirra orða sem hafa setið í mér sem hann sagði einu sinni að þegar við búum með ég vil spá formúla að við búum í svo litlu samfélagi. Við erum öll meira minna skyld og við þurfum að halda utan hvort annað. Við erum nánast ein stór fjölskylda. Þess vegna verður það svo sárt þegar málefni svona brýn sem snerta manneskjur skuli verða svona eins og fjarlægð þeim sem eiga að taka ákvarðanir þau. Þannig að það bið á raunverulegum ákvörðunum fyrir fólk sem nánast bara innan fjölskyldunar. Og þess vegna að ég var að tala Þorgeir, þá sagði hann einu sinni þegar hann var spurður í blaðaviðtali, og þetta situr alltaf í mér og því miður held ég þetta sé rétt. Það var spurður að því þegar hann kom heim frá námi sem ungur kvikmyndagerðarmaður, hvort hann hefði mætt einhverjum skilningi. Já, sagði Þorgeir, engu öðru en bullandi skilningi. Ég vona að verði ekki okkar öðru. Jæja, þetta er búin að vera ofboðslega. Já, lokaorðin þín. Nei, ég er með rosalega góð lokaorðrendar sem bárust þetta í tölvupósti. Þetta er búin að vera alveg opaslega góðu dagur, sum erindin hafa verið opaslega fróðleg og upplýsandi. Önnur hafa bara fyrst og fremst verið svona, hefur bara verið átakanlegt að hlusta á og sláandi. Ég held að við getum verið sammála að þessi vandi sem við höfum rætt hér í dag er svartur blettur á velferðar þjóðfélaginu okkar. Við getum ekki haft þetta svona. Mér langar að þakka kærlega öllum sem hafa tekið hér til máls og átti þátt í að skipuleggja þennan fund. Og svona rétt undir lokin þá barst svona ályktunartillaga. Ég er nú ekki viss að þetta sé ályktunarbærfundur, en ég held við getum nú samt bara að ég fá að lesa upp þennan texta sem barst frá henni Maríu Pétursdóttur sem er formaður málefnahóps ÖBÍ húsnæðismál. Það fá að lesa þennan texta og svo getum við bara klappa fyrir honum þessu til samþykkis og svona ímyndað okkur að þetta sé nú ályktunarbærfundur. Ég held allavega að þetta sé eitthvað sem við getum lang flest inni tekið undir.
Stórvægilegur skortur til staðar á löghæfi í ákvörðunum sem lúta að innlagningu fólks undir 67 ára aldri á hjúkrunarheimili, auk þess sem mannréttindi og friðhelgi einkalífs þess skerðist verulega þegar þangað er komið. Við skorum á ríki og sveitarfélög að skoða málin í réttu ljósi og endurskoða innlögn þeirra 144 einstaklinga sem þar dvelja í dag með hraði og veita þeim möguleika á því að velja aðra kosti, auk þess að fyrirbyggja áframhaldandi úrræðaleysi og mannréttindabrot sem þessi í framtíðinni. Stöndum við þá alþjóðlegu sáttmála sem við höfum samþykkt og gerst aðilar að og þau lög sem við byggjum samfélag okkar á. Tryggjum að fatlað fólk verði aldrei bitbein fjárhagslegrar togstreitu milli ríkis og sveitarfélaga.